hjartalega velkomin að tækjunum. Það eru kaldbræður sem að helsa ykkur að þessu sinni. Og Birgit, þú ert búin að hella þér í eitt kaldan. Jú, passar. Sigvaldi Kaldi er eini veðurfræðingurinn sem við tökum mark á. Jú, rétt. Sumar kaldi í hverju tjaldi. Við segjum það. Og við hlökkum til sumarsins með kalda. En við erum með alveg stúdíu í kvöld. Heldur betur. Það er smekkfullt af góðu fólki. Gestur okkar í kvöld eru Árni Helgason, lögmaður og glænýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Diljá Mist Einarsdóttir, lögfræðingur og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Verið bæði hjartalega velkomin. Takk fyrir það. Hvernig liggur á okkur? Útrúlega vel. Já, bara mjög vel. Sko, ef við byrjum bara á þarna, sko, nú er þingi lokið, hvað ætlaði að gera í sumar? Við byrjum þér, Árni. Já, en klassíska spurning hérna sumarfrí þingmanna, hvað ætla að fara að gera? Já, ég sé bara óska fólki til hamingju með að fara að borga með laun núna til 8. september. En hérna, það er náttúrulega margt að gera og hérna, þetta er kannski bara partur líka af svona því sem er svolítið skemmtilegt við líf þingmannsins að þú hérna, þarf náttúrulega svolítið að standa á eigin fótum og hérna skapa þín verkefni. Þetta er kannski risastórt verkefni framöndan í sumar sem er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Ég mun nú reikna með að svona einhver dálítið góður hluta af mannsorku og tíma fari í það. Og hérna það verða eflaust fundarhöld og greinaskrif og plan og svo reikna ég nú með að svona sérstaklega þegar nær líður sko. Ágústmánuður svona eftir verslunarmannahelgi getur orðið ef einhverju komið nóg að ESB umræðinni nú þegar, þá held ég bara you ain't seen nothing yet, sko. Þetta verður alvöru þarna, held ég, í ágúst, sko. Maður var einmitt að stilla upp handritur svona fyrir þennan þátt og Diljá og ég svona ætlum að reyna að tala um eitthvað aðeins meira en Evrópusambandi, en það er það sem fólk er að fara að tala um í allt sumar. Já, það er bara þannig, sko. Ég er þegar búin að segja börnunum mínum að það verður bara stuttferðilega í sumar. Það verður ekki til Evrópu. Ekki miðgöngum Evrópu. Noregs hugsalega sko. En nei, hérna, það er bara, við Árni erum bara að fara að vinna fyrir lýðveldi í sumar. Það er bara þannig. Já. Fyrir börnun okkar. Svo við segjum svo oft. Ætlar að taka þér eitthvað frí og gera eitthvað fleira? Já, ég komin í verulega skuldu auðvitað heima, þannig að ég hlakka auðvitað til að verja tíma með börnunum mínum. Fótboltamótinu auðvitað skollin á að fullum þunga og ég er nú að fara með dóttur mína núna held ég að sé eftir 2 vikur, þá var það nú símamóti og það er svona eitt og annað sko. Þannig að ég ver tíma með börnunum mínum að gera eitthvað hugulegt örugglega í júlí, svona ég ætla ekki að gefa fólki samt ESB frí á meðan, það er bara áróður einhvers staðar annars staðar frá. Náður eitthvað að breyta því að mótin voru að byrja svona snemma? Eða varst þú að upptökin á jafnlunumvottunin? Nei, já, jafnlunumvottunin hefur svolítið tekið mikið frá mér, sko. En það er auðvitað næsta mál á dagskrá, eins og Árni segir að maður ver svolítið sumrunni í það að undirbúa sig fyrir næsta þingvetur. Leggja drauginn, fara yfir gömlu þingmálin. Það er sjaldgæft fyrir okkur óbreytta þingmenn að geta tjekka mála af. En ég er nú aðeins farin að geta byrjað að gera það, jafnlunumvottun, og gott að þú sagði það. Svo verði önnur mál, stóru mál eins og auðvitað bara mannréttindasáttmálinn og hvenær þessi fótboltamót byrja að mótana, þetta er auðvitað bara ekki í lagi. Já. Herri, eitt sem við gerum nú alltaf sjaldan, það er að ræða skákbækurinn, ef einhver er. Hafið þið eitthvað verið að tefla að byrja með þetta líka? Alls ekki ég, en ég hef heyrt frækna sögur á Árna. Já. Sko, það mér átti sér draum að búa til skákmannum með, sko. Þannig að ég var sendur sem ungur drengur á skákæfingar og var nú í skáksveit, var í Ísaksskóla, sem ekki test. Var í skáksveit Melaskóla og eitthvað svona. Svo fór maður að þykjast að vera eitthvað of cool fyrir þetta þegar maður kom upp í Hagaskóla. En sko, hann er engin sérstök svo sem skákafrek þannig, en ég teldi alveg svolítið sem krakki, en sko, ég held svona mitt stærsta framlag til skáksögunar er að ég fekk svona mjög óvænt og randomlega að taka viðtal við Bobby Fischer. Já, það er ótrúlegt. Hvernig gerðist það? Sko, ég var að vinna sem var blaðamaður á sumrin á Mokanum. Þetta er 2006 og Bobby Fischer hafði þá komið árið áður sem sagt til þá björguvonum þarna frá Japan eins og frægt er, svo skákmenn munaflust eftir. Og og hann kemur með miklum svona lúðraþitt og fær mækinn og fer yfir sína sögu sko. Svo hafði svona einhvern veginn ekki heyrst frá honum í þennan tíma og ég er bara einhverju sumarvakt upp á Mokkanum
allt í einu hringi síminn bara, þú veist, fréttastjóri bara, vil hann fara í viðtal núna, ok, og þá var þetta Helgi Ólafsson Já, sæll. hérna henni eini sanni, Jú. einn af okkar allra fremstu stórmeisturum, var svona eitthvað að hjálpa sá svona Bobby Fischer, skuttlaði honum eitthvað og fekk svona það verkefni að panta viðtal í hérna mókanum og fréttastjóri lítur svona í kring einhvern veginn engin þungavíktarmaður á svæðinu, Árni, þú settur í þetta og þetta var mjög gott setting því að það voru skilyrði. Ok. Hann var til í að hitta mig en ég mátti ekki vera með upptökutæki, ekki ljósmyndara, bara penna og skrifblokk. Og við hittumst á hérna einhverjum svona sjávarveitingastað í Árbæ, þetta var allt mjög orginal og hérna bara eftir hálftíma, þetta bara gerðist strax og ég mæti og hérna var nú að passa með að fara eftir öllum settum reglum og mættur hann eitthvað rétt á undan þeim. Svo kemur Helgi með heimsmeistarann sjálfan og hérna og ég ætlaði svona að stökka upp og kynna mig. Það var fyrsta sem hann sagði við erum að fara að skipta sæti. Já. Því ég hafði náttúrulega bara tekið sæti við hérna vegginn og séð að koma inn okkar maður vildi hafa visjól á hurðina. Já. Það var ekki að fara að setja mig bakið í hurðina Þannig að við byrjum á að skipta sæti og ég heyrðu og hérna og var svona búin að fá ráð frá fréttastjóranum svona reynda að fá hann kannski, þú veist, hann vil örugglega tala eitthvað svona gyðinga og eitthvað því hann var dálítið svona grimmur í þá áttina reynda að fá hann bara til að tala þú veist, hvernig að vera á Íslandi og hvort hann kunni eitthvað í íslensku og sé eitthvað fylgjast með Íslandi og eitthvað svona, ég var alltaf eitthvað að byrja á því og hann bara, nei, vinur minn nú ætla ég aðeins að fara að segja hvað þetta er en fyrst tekkaði hann á mig búnaðinn og sá ég var með svona síma á borðinu og hann sagði, býtu, hvað er það að gera? Þú veist, ég sagði, engin upptökutæki. Ég held, þetta er bara síminn minn, Ja, nei, ég veit að þetta taka upp á þessu, bara niður með hennar síma. Þetta var styrtbyrjun, Svo byrjuðum við og hann byrjar að hérna segja mér alveg rosalega svona, ég skildi ekkert hvað hann að fara. Hann var mjög pirraður út í hérna UBS bankan í Sviss. Ok. Og með fylgdi svona löng hérna formæling á gyðingum og ég var svona skrifið, já, einmitt og hérna ég skildi og þeir hefðu selt og brotið eitthvað á honum selt eitthvað sem hann átti og selt gull sem hann átti og ég eitthvað svona bara í heilmiklu vandræðum að koma sér heim og saman en svona til að gera lága sig stutt af við klárun og viðtalið og ég fer og reyna einhvern veginn að koma sér heim og saman og svo var það ekki fyrir en hérna svolítið síðar ég las ævisögunas, endatafl að ég svona fattaði aðeins betur eiginlega hvað hann lá á hjarta og þetta var sem þannig að þegar hann verður heimsmeistari 72 að þá fær hann, þá var eitthvað reglum þannig að hann fekk ekki peningaverðlaunin þannig lá þetta, hann vinnur hennar svakalega titilina á Íslandi 72 verður þjóðhetja, eða bara þjóðhetja í Bandaríkjunum og heimsfrægur fær ekki neitt sérstaklega mikið fyrir það 1975 átti að vera næsta heimsmeistari einvígi Karpov er áskorandi þá eru reglurnar þannig að ef þú ferð í gegnum einvígið þá fær alveg saman hvernig það fer þá fær sitjandi heimsmeistarinn hann fær nokkra milljónir dollara nema hann var svo erfiður eins og gengur lýsingu og hvernig skákbúrið þetta vera og snýr öll á hvolf og enda með því að honum er vikið úr keppni Karpov, einvígi verður ekki það lítur svo að hann hafi ekki mætt Karpov fær allan verður heimsmeistari, fær allar peningana og okkar maður lappar út úr þessum skákheimi, tefli síðan ekkert meira blankur. Ok. Og svo ástæðan fyrir því síðan að svo er 92 þegar hann teflir í gömlu Júgóslavíu sem var þá í einhverjum stríðsátökum og svona og það var endurtekið fyrst Spassky einvígið 1990 eða eitthvað. Já, þetta er 92 ára, 20 ára einmitt eftir þetta og þá er telt aftur og þá voru verðlaun í boði og þau voru í formi gulls það var bara eins og Andrés Önd eða eitthvað, menn fengur bara gullstangir í verðlaun hann vinnur og fær mikið að gulli gerir eitthvað samning við þennan ágæta banka það að þeir geymi gullið fyrir hann en þetta gerði hann svona fjárhagslega öruggan hann var með, ég þekki ekki alveg hvernig samningurinn var en þeir geymdu þetta hann var með eitthvað kreditkort eða þú veist, eitthvað reikning lifir á þessu ágætlega svo kemur hann til Íslands og þegar við erum búin að bjarga honum og réttum honum mækin og hann fer og lætur svoleiðis vaða gyðingana og samsærið og hvernig þið voru búin að fara með hann og eitthvað svona
og þetta fer út allan heim, þessi frétt. Íslendingar björguðu Bobby Fischer, heyriði hvað hann hafði að segja. Og menn ekki tressir svona, í gyðingasamfélaginu með þetta. Þetta var alveg svona dönið á íslensku fjölmiðlum, svolítið kvörtunum fyrir þetta. Fljótlega kjölfarið kemur þessi ágæti banki og segir upp, sendur honum einhliða, við getum ekki haft þið lengur sem viðskiptavinnu, kæri vinnur. Við ætlum að selja gullið. Og hann fær alveg, upp að senda, sko. Og þetta í 2005, svo gerist það að verð á gull í heiminum hækkar á svona það einu ári, 2-faldast. Eftir að þeir voru nýbúin að selja gullið. Og það fyrir okkar mann sem að sá samsæri í hverju horni var náttúrulega algjörlega augljóst hvað var verið að gera. Þetta var samsæri gegn honum og þeir hefðu haft af honum marga milljónir dollara. Og þetta var það sem hann lét mig handskrifa á einhverjum fiskiveitingastað í Árbæ, sko. Svo tók Helgi Ólafs sig til og hann hafði skutlað honum í viðtalið, lét sér svo hverfa, spurði hvort ég myndi ekki skutla honum heim. Já. Þannig að við enduðum svona, það var orðið léttara yfir honum, sko. Ég skutlaði honum heim og rúlaði honum hann niður í bæ og svona, vildi nú ekki segja mig hver hann ætti heima. Nei. Ég vissi það reyndar. Já, hvað nefna það samt ekki við hann, sko, bara til að færa nú ekki alveg að límingunum. En við vorum orðnir, hann var svona orðið léttari yfir honum, hann var ekki auðvelt að díla við hann, sko. Nei. En svo svo drakst ég á hann nokkrum mánuðum seinna á tilvílun og þá svona heilsaði ég honum aftur og sagði, ég heyrði þetta að við komum vel út. Já. Ég ekki vissu þetta, ég lesi ekki íslensku, ég heyrði þetta að við komum vel út. Og það voru okkar síðustu samskipti, sko. Þú náttúrulega bara lest hann skömmu seinna, allt stutt með okkur. Þú hefur líka fundið á árunni að þetta væri eitthvað merkilegu maður hann það? Fischer. Já, var hann með þessa ári yfir sér? Já, hann var erfiður. Þú veist, hann var að tala, þú varst að hlusta, maður var bara lítill blaðpjakkur og fekk að finna það. Og en þetta náttúrulega gæja, hann er augljóslega brilliant in a way, sko. Það er einhverjar taugarásir sem virka alveg stórkostlega þarna. Og sem að skýrir hans svona styrk í skákinni, hvað hann var svakalega góður og náttúrulega fer einhvern veginn og sjálfgæft að Bandaríkjaman á þessum árangri, vinnur allt þetta svakalegu maskínu sem Sovétmennirnir voru, sko. Þannig að hann er náttúrulega augljóslega brilliant en svo kannski, skilar það sér öðruvísi á öðrum sviðum, sko. Og náttúrulega maður sér þannig í ævisögunni að svona samferðafólk hans ber honum ekki, vel söguna, það verður að segja slíka, hann var mjög erfiður í samskiptum og gerði sér náttúrulega erfitt fyrir, hann 11. september hryðjuverkin verða, sko, þá var hann staddur í útlöndum og hringir inn í eitthvað útvarpsþátt í Bandaríkjunum. Já, ok. Fagnar stórkostlega, sko, því sem gerst hafði. Þetta til á upptöku og spila. Hann var ótrúlega, hann var svona sinn eigin vestu óvinnur, sko. Já. Og maður fann það á honum. En við vorum áttið löfléttir í bílferðinni heim. Það verður ekki á honum tekið, sko. Já, hún náður honum. Já. Þetta er sögulegt viðtal, ótrúlega saga. Sögulegt viðtal. Sorry hvað það var langur ingangur en En ég meina, þú átt ekki upptöku á þessu, ég veit ekki hvað það er satt, sko. Nei, ég náði ekki selfie til að setja á Facebook. Þá gerðist það ekki? Nei, gerðist það ekki. Nei, þetta er geðvægt. Já, sko, áðurum förum í þingmennskuna. Já. Þá eru nýju vinir okkar. Já, heldur betur. Héðinsfjörðir. Kíktum á Selhellunum í dag og hrikalega gaman að sjá þetta hjá þeim. Þeir eru auðvitað konar á nýjan stað. Já. Þetta er hliðin á Icelandair. Einmitt. Og sko, það að þeir hefja sína einrið á gluggamarkaðan ætti að vera mikið fagnaðareifundi fyrir okkur landsmenn. Það sem að fólk áttar sig ekki á er að þú kaupir kannski glugga hér, svo er annars sem setur þú upp þar, svo klikkar eitthvað, því að þetta var ekki sett upp rétt. Við hvað talar við, veit það ekki, þeir settar upp en svo er þetta gallega, þeir sjáum bara allt frá A til U, þetta er strömmjulega ferli. Héðinsfjörðir sjáum það og við erum virkilega ánægðir með að fá það til okkar. Já, velkomnir. Já, svo þetta Kappal. Ég fór og klæddi mig frá toppi til táar þar í gær. Glæsilegur. Já, Kappal Sólveig var ekki lengi að finna fullt af flottum flíkum þar og ég ætlaði ekki að trúa verðmiðanum. Ég er ekki að grínast það. Þetta var nefnilega ekki, verðmiðin er nefnilega, þú heldur þessi grín? Ég snar fyllti bókar, þetta kostaði ekki neitt. En við ætlum að fara beint í glænýja könnun. Það er D22,7, Samfó 25,2, Miðflokkur 14,2, Viðreisn 12,4 og Framsókn 8,5%. Aðri minna. Aðri minna. Sjálfstæðisflokkurinn af mikilli siglingu, hvernig útskýrið þessa miklu fylgisaukningu?
Já, við vorum auðvitað búin að sjá svolítið forsmakkin að þessu í hérna nýjastönnum sveitarstjórnarkosningum þar sem að var auðvitað að ræða stór sigur sjálfstæðisflokksins, þannig að það bara sjálfstæðisflokksbylgja að ganga yfir landið. Það finnst mér bara að vera ljóst. Gott að finna það að málflutningur okkar og mikil vinnar að skila sér. Þannig að svona fyrsta teik myndi ég segja. Já, sko, ég ætlaði aðeins að eftir að spyrja hvort í sveitarstjórnarkosningarnar, en þú veist, við erum alltaf ungir, ég engin Ólafur Þ. Harðarson en sko, en það hefur alveg oft verið þannig að þú getur ekki beint verið með fylgni á milli sveitarstjórnarstígsins og svo Alþingis, en ég meina með við þetta þá einhver góð hægribylgja í gangi. Já, ég held að það sé alveg klárt trend í gangi og þetta svona alveg í samræmi við kannanir sem við höfum verið að sjá. Ég held að þetta sé nú kannski líka bara aðeins í takt við svona það sem maður heyrir og skynjar í þjóðfélaginu, menna fólk, hvað maður að segja, það voru mikla vonir bundnar við ríkisstjórnina. Ég held að það sé alveg staðan og fékk svona mikinn meðbyr til að byrja með. Ég held að sé alveg ótt að segja það. Skoðanakannanir til að byrja með voru mjög hliðhollar ríkisstjórninni. Svo auðvitað sko eru þeir hveitibrauðsdagar ekkert endalausir og ég held að fólk sé bara farið að finna það núna. Ég meina, þú veist, árangurinn í efnahagsmálum kemur ekki fram og hann eiginlega bara í hináttina. Þú veist, staðan bara verður sífellt verri og verri. Það svona að koma fram alls konar mistök og svona óheppilega hlutir í kringum svona hvernig verið haldið að málum, innlegin kílómetragjaldsins að ríkisstjórnin hafi einhvern veginn farið fremst í flokki í gjaldahækkunum hérna framan af ári, en náttúrulega alveg ótrúlega einhvern veginn óheppilegt. Þú veist, það er farið í að keyra í gegn þetta frumvarp vísitölu tengingu bóta sem að þrátt fyrir sko að allir sem það tjáðu sig, hvort sem þeir voru sko hægri eða vinstra megin eða þú veist ASI og SA jaft sko bara vöruðu við þessu. Bara og í öllu falli alls ekki gera þetta, sko þetta er svo mikill óleikur í baráttunni við verðbólguna. Það er búið að vera svona skrýtnir svona afleikir ef maður fer aftur í skáklingóið. En og ég held að fólk sé aðeins bara farið að finna þetta og nú einhvern veginn eru þessi mál pínlítið verið að reyna að ýta á pásu og henda okkur í Evrópu umræðu. Hún þó það séu svona vissulega háværir hópar sem taka þá umræðu alltaf áfram. Það er ekki vissum að fólki í landinu sjáu svolítið í gegnum þetta. Þú veist, þetta er að koma einhvern veginn allt í einu miklu fyrr en tilstóð. Þá talaðum að fara í þess atkvæðagreiðslu á næsta ári samkvæmt stjórnarsáttmálanum. Eigi síðar en 27. Já, eigi síðar en 27, en það var alltaf samt sko, þú veist, hún var greinilega samt rifin miklu framar sko. Og þú veist, allt í einu einhvern veginn að fara að leita sannleikans í Brussel sko, en við erum ekki að finna sjálf. Nei. Ég held að þetta sé allt svona svolítið að teiknast upp í kringum ríkisstjórnina og hún er svona missa salin. Já, sko, ef maður leggur bara spilin á borðið þá er kannski, eins og samtalsstuðningu 41,7%, en í raun og veru er Samfylking samt að meðlans með rúmlega 25%, Viðreisn er í kringum 12-13%, voru held ég endur með 15% síðustu alþingiskosningum. Þetta er bara flokkur fólksins að hreinsast út, þannig að þetta er kannski bara það að, ég ætla bara að segja flokkur fólks er populísku flokkur, það er kannski bara vantraust á hann frekar að ríkisstjórnar, eða hvað? Já, sko, við hljótum líka, skoðanakannanir eru bara svona púlsmæling og svo sjáum hvernig gengi var líka í sveitarstjórnarkosningunum. Það sem að ég held að, ég muni þetta rétt, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið 128 sveitarstjórnarfulltrúa, langstærsta stjórnmálaflið á Íslandi, og meðan ríkisstjórnarflokkarnir fengu samanlagt 47 sveitarstjórnarfulltrúa. Og það hefur auðvitað verið Viðreisn sem hefur verið að keyra þetta Evrópusambandsmál áfram, eins og Árni var að fara yfir, sem er búið að setja núna á dagskrá svona allharkalega. Og ég held að þegar ríkisstjórnin loksins sýndi á spilin, ég meina, einhver tíma fekk ríkisstjórnin til að sanna sig og þú veist bara og fólk kannski hélt í vonina, en spilin reyndu síðan bara að vera, þau reyndust bara að vera ráðalaus og það var bara að vera að reyna að leita einhvern veginn í skjól hjá Evrópusambandinu. Og það sem mann þótti merkilegt eitt af því sem mann þótti merkilegt við þessi sveitarstjórnarkosningar er auðvitað að þetta er kannski fyrsta skipti sem að Kristrúnu er telt fram sem einhver svona karakter, sem einhver svona trompi og það mistekst síðan að hún kom fram á sjónasvið. Það er bara mistekst hrappalega. Hefur virkað hingað til, eða þangað til, já. Og það segir manni það, að það er bara sama lögmál sem að gildir þessa ríkisstjórn, Samfylkinguna og Kristrúnu Frostadóttur. Ef þú lofar einhverju og þú lofar einhverjum árangri og síðan stendur ekki við það og sýnir ekki fram árangur, þá launa kjósendur þér það að loka. Það mun endurspeglast í kosningum og í skoðanakönnunum.
Pólitík svolítið væntingastjórnun Já. og það var ekki setta litlar væntingar í síðustu kosningum, sko. Nei, en ég meina, ef við köllum spaða eins og Hjöra Hafliðason segir, sko, hún samt með 25% fylgi en þá samfylking, ég meina, það ekki svo að sé, þetta flokku sem þegar við vorum að byrja að fylgjast með pólitík, það var bara einhverju mýflugumynd, sko. Já, alveg rétt, en svona þetta hefur verið aðeins á niðurlega, ég daldi á tilfinningunni að svo ég reyna að vera Ólafur Þ. Harðarson fyrst að við séum að sjá trend sem muni fara áfram í þessa átt. Ég held að við munum bæta við okkur og ég held að samfylkingin muni aðeins slæta niður áfram. Ég er svona svolítið á tilfinningunni að þetta verði þannig. Ég held að við séum líka komin á þann stað sem er svolítið merkilegt að þjóðaratkvæðagreiðslan bara, fólk getur aldrei að bíða með öndina í hálsunum eftir hvernig hún fer. Já. Hún gæti verið miklu stærri pólitísk sprengja heldur en ríkisstjórnin átt að sjá. Eitthvað segir mér að Kristrún sem nú, þú veist, gefur menni bara allt kredit sem hún á skilið, klóku stjórnmálamaður og svona, ég held hún sjáu pínlítið eftir þessu. Ég held að það hafi ekki verið endilega akkurat atbrásin sem hún hafi séð fyrir sér að bæði held ég að komið alltaf óvart hvað staðan í sveitarstjórnarkosningunum var verri en til stóð og hún bara snar lækkaði mjög hratt. Þetta var ekki eitthvað, þú veist, við erum ekki að horfa í síðustu kosningar til að finna einhvern referenspunkt, bara til stökum Reykjavík, skoðanakannir í febrúar, voru með samfylkingunni jafnvel hærra en Sjálfstæðisflokkin. Þú veist, og ég meina, niðurstaðan er hvað Sjálfstæðisflokkur í 33 eða 4 og samfylking í 18 eða 19. Þannig að þú veist, það er að breytast aldrei hratt stemningin og maður tekur þetta eftir því og hún var náttúrulega í viðtali núna bara á Stöð 2, bara núna í kvöld, við kannski komum betur á því og eftir en þú veist, þá fekk hún þessa spurningu sem hefur verið svolítið ábyrjandi, sko, þú veist, hún hefur dregið sér svo tilbaka, Kristrún, sem er alltaf vandasamt að gera sem forsætisráðherra. Þegar forsætisráðherra þarf auðvitað að vera, hann er svolítið eins og fyrirliðin í liðinu, þú veist, hann þarf að, jafnvel þó að, þú veist, eftir 3-0 tap eða hvað það er, þú þarf samt að vera með orðið og þú þarf að, þú þarf að vera kallinn, sko, skilur við sem að segja mönnum, þú veist, útskýri hvað er að gerast og allt þetta. Mér finnst þetta svolítið sérstakt hvernig hún hafi einhvern veginn, hún svona dregið sér í hlé, hún og svona ákveðin hópur á samfylkingarnar, mér fannst maður oft svona nýr á þingi skynja maður kannski oft líka hluti bara á einhverju líkamstjáningu og einhverju svona hlutum sem maður kannski detti ekki alveg í myndavélina að það fannst maður svona mjög ábyrjandi hvað þau eru svona hands off í þessu máli ef svo má orðið komast. Það er að segja, þú veist, Dagur og ákveðin aðeins í samfylkingunni eru miklu meira áfram ESB-málið en það hefur hann allt í einu tekið dálítið boltan og hlaupið með hann, sko. Og meðan Kristrún er svona, það sést lítið til hennar einhvern veginn í þessu máli, sko. Þetta hefur kannski ekki bara verið látbragð af því að, ég meina, þau hafa bara látið hluti út þessu, ég meina, Jóhann Páll sagði bara að hann var kannski maður, ef ég man það rétt. Ég meina, Kristrún heyrði hann einhverstað að segja að hún væri bara til í að fara að fá vinnufrið. Og ég er bara sammála Árna. Ég held hún sé bara bíða eftir þetta sé yfirstaði svo hún fari að fá vinnufrið. Af því að ég held að hún sé nú ekkert búin að kannski endilega gefast upp á þessu verkefni. Ég meina, eins og þið bendið á, hún hefur ennþá ákveðin svona byr í seglin, sko. Og hún er auðvitað gríðarlega vinsæll stjórnmálamaður og stjórnmálapersóna. Þannig að ég held að hún sé jafnvel spenntara fyrir því heldur við Árni að þetta mál fari frá. Sko, ef ég fæ að spyrja ykkur, ég tölum auðvitað með Evrópusambandið mikið í kvöld, sko, ef við fáum nei í lok ágúst, sjáu þeir fyrir ykkur að gera eitthvað vantraust til á ríkisstjórnina eða eitthvað svoleiðis? Sko, það er alltaf, þú veist, alltaf snemmt að fara eitthvað að tjá nákvæmlega hvað verður, sko, en ég meina, þú veist, það væri þá staðan að ríkisstjórnin er búin að fá nei í tillögu sem hún ber undir þjóðina. Það er ekki eitthvað svona einfalt málsmeðferðarmál eða procedural atrið eins og mér finnst svona Kristrún og Jóhann Páll svolítið stillis upp. Við bara tjekkuðum á þess að það var nei. Veist, það er þú ert að spyrja þjóðinu mál sem þú ætlaðir að keyra á, sko, og hún neitar. Þannig að þú veist, ég skal ekki alveg segja að það er að fara í kannski einhverja svona mikla spekulasjónu hvað verður en ég meina, þú veist, það eru augljóslega pólitískir erfiðleikar sem að taka við, þú veist, það er mjög erfitt fyrir stjórnin að láta einhvern veginn bara halda áfram eins og ekkert sé. Og það sem kannski ég er alltaf að reyna að sjá hvernig þetta lítur út ríkisstjórnar megin en kannski skrítið sjónarhorn en þú veist það sem ég held að kannski fólk vanmeti líka stundum er að setja svona eins og ESB-mál, þú veist, svona rísastórt mál á dagskrá. Þetta er ekki þannig að við tökum bara 2-3 mínútur og spjöllum þetta og svo bara áfram í næsta mál. Nei. Þetta bara heldtekur, ég meina, því að við tekið, ég meina þetta var þannig, allt í einhvern veginn var þetta ESB-mál komið inn
og leiði svona hálftíma og það bara allt í náttúrulega, þú veist, búið að teppalegja alla samfélagsmiðla og bara einhverjir frændur að rífast og bestu vinir að rífast og bara, þú veist, og bara eins og við erum kannski svolítið, þetta svona, svo takir svona mjög kröftuga freyðipillu og hendir í glasið, sko, það bara líða nokkra mínútur þá bara þú veist, allt einhvern veginn koma út allt, sko, og þannig að þú veist, það sem ég kannski segja, sko, ég kannski, hvort við vannmátu hversu kröftu einhvern veginn umræðan og baráttan og þá kemur svo mikil krafa og þú verður að stilla þér öðru megin. Já. Þannig að þú veist, það í sjálfu sér mjög gott, þú veist, þetta kannski ágætt fyrir einmitt sumir í Viðreisn eru svona mjög hreinir í jáinu. Já. Pavel Bartósek sem dæmi, þú veist, við höfum þekkt hann mjög lengi við Diljá, hann alveg jafn Evrópusambandssinni núna og þegar við hittum hann, þú veist, hann var 20. Þú veist, hann hefur bara alltaf verið þannig og það þú veist, í svona slag það bara fínt, skilurðu. Og að vera kannski bara mjög hreinn í neginu líka mjög skýr afstæða svolítið erfið, þú sogast þú svona koðnat aldrei niður ef þú ætlar að vera hann einhvern veginn á milli, sko. En ég held samt að til þess einmitt leikurinn gerður, sko. Ég ætla kannski að vera aðeins svona stíga varlegar til jarðar heldur en Árni, því að ég ætla að segja það að auðvitað Viðreisn einhvern veginn búin að hengja sitt pólitíska líf utan þetta og eitt af það sem við sjáum í þessum nýju skoðanakönnum það að Viðreisn á leiðinni niður á við. Og ég held að ef ég svona á að lesa í þeirra basa, þetta nú margt til fólk sem var áður í okkar flokki og ég held að séu gríðarlega vonbrigði og maður heyrir það bara frá fyrrum ráðherrum og forystumönnum Viðreisnar. Það eru mikil vonbrigði með það hvernig þau eru að halda á efnahagsmálunum og fjármálaráðuneytinu. Þannig að það nú eitt. En þau hafa svolítið sett allt sitt kapital á þetta mál. Á meðan að samfylkingin þó að reyna einhvern veginn að stilla þessu upp þannig, ég meina það augljóst að þetta bara einhver dill sem þau gerðu í varandi þetta stjórnarsamstarf og sem var þeim kannski ekkert mikið gleðefni og þau ætla sér að uppfylla það en að kannski reyna að spila þetta þannig eins og Árni leggur nú upp að þetta sé kannski ekkert eitthvað stórmál og þess bara verið að spurja og koma þessu frá og svo framvegis. Þannig að ég myndi segja að þetta miklu meira pólitískt gaml fyrir Viðreisn heldur en nokkuð tímann aðra og auðvitað langar mann til þess að nota tækifæri og hvetja auðvitað meðlimi og stuðningsmenn Flokks fólksins til þess að koma út úr skápnum og láta sig kveð því að það ekkert út sem það. Þetta sé ekki að hlusta þennan þátt. Geta alveg sagt að það Við skulum ekki útiloka neitt. Nei, fengur hellingsatkvæði. Það getur verið skákaðandur en ég tek undir með Árna sko að það ótrúlegt að fylgjast með þessu því að nú tók ég virkan þátt í síðustu kosningabaráttu. Og ég hitti og hringdi þúsundir símtala, ég meina þetta eru þúsundir snertinga. Það var enginn að ræða við með Evrópusamdi og ég meina við erum að tala bara blindar hringingar sko og heimsóknir á vinnustæði og Þú er líklega ekki að ræða við þig. Nei, ég meina, ég meina alls konar sem fólk vil ræða við mann, skotveður og ég veit ekki hvað. Ég held ég byrði ekki með mér að vera manneskjan til þess að ræða það við heldur sko. En þetta mál var bara hreinlega ekki dagskrá en nú fólk byrjað að henda mann út á Facebook út af þessu sko. Þegar þetta er svo óbúðslega tilfinningar sem kom upp í þessu máli að það var enginn að biðja um þetta sko. Nei, enginn að biðja um þetta. Ég held líka að Inga Sæland hafi lært að það sem að kollegi okkar Einar Þorsteinsson gerði að reyna að vera klókur og sprengja eitthvað, það gekk ekki alveg. Þannig að hún mun sitja á sínum stól held ég fastast næstu 2 árin allavega. Sko, við erum náttúrulega glænýja þingmennina úr kassanum. Sko, ég ætla að spyrja að því að þú þekkir það vel að vera á þingi. Þú varst framkvæmdastjóri þingflokksins og annað. Eitthvað öðruvís að vera á þingi sem óhefðbundin eða bara hefðbundin þingmaður minni? Og hefðbundin líka? Já, þetta svolítið annað sko, ég vil alveg játa það. Ég hef kannski þriðju svona snertingunum þingi sem faðir minn, Helgi Bernódusson, var skrifstofustjóri Alþingis í mörg ár. Mjög frægur. Hann á svona tvo cultural reference punkta sko, hann var karakter í Spaugstofunni og það var þannig að þeir sýndu frá þingpúltinu, það var fossetinn svona og svo var einhver sem Örn Árnason að leika Davíð Oddsson eða eitthvað og svo var svona maður sem satt svona við hliðina á fossetta og sofnaði yfirleitt undir ræðunum og þegar fossetti dinglaði bjöllun á svona rökkan við það var pabbi og svo var einhvern veginn gert eitthvað atriði áramótasköpunum það rétt eftir hrun, allir atvinnuleysir og allt ömurlegt sko. Ágústa Eva líka einhverja svona persóna sem var að leita vinnu, fékk enga vinnu. Svo var hringt sko, við erum með þetta eitt starf fyrir þig. Ég sé þetta. Það er ríkalega leiðilegt sko. Þá var það að sitja þarna inn í þingsal að hlusta á þingræður. Hún tók því sko endanum. En já, þannig ég var nú hann líka bara oft sem strákur bara, þú veist, að fá að fara í vinnuna með pappa og eitthvað. En mér finnst þetta, þú veist, það er svolítið öðruvísi að vera inn í salnum, vera í aksjóninu og allt þetta, vera að hoppa í ræður og allt þetta. Mjög skemmtilegur vinnustaður, mjög hraður og
eitt af því sem maður kynntist líka þegar maður fram til þingflokksins að það hérna að þú verður að vera svolítið, ég ræði þetta hérna gagvart sumarfríinu, þú verður að vera svolítið duglegur í að búa þig til þín eigin mál sjálfur, búa þig til þín eigin dagskrá sjálfur og allt þetta. Og maður hefur stundum séð það og ég held að þetta eigi við fólk í öllum flokkum, fólk kemur kannski inn úr flottri stöð í atvinnulífinu hjá hennu opinbera, þú veist það sem þú verið með staff í kringum þig eða eitthvað svona fólk, einhvern hérna, eitthvað fyrirkomulega kringum þannig að dagurinn settur upp fyrir þig og það eitthvað búin að segja, það eitthvað gáfulegt til að segja og eitthvað svona og hérna, og þú kemur inn og þú, hvenær kemur þetta staff hérna og hvenær fæ ég þetta backup sem ég er vanur eða vön, sko, og bara sorry, það ekkert, sko, þú verður bara svolítið að byrja að róa sjálfur og skapa þér einhvern veginn þín mál sjálfur og auðvitað aðstóð í boði, það ekki það, sko, en ég hef gert mitt allra besta. Já, Diljá að draga mig með hérna í þætti og svona, hjálpa gömlum vinni svona, það er rétt, takk Diljá. En þetta, sko, eitt sem að því að Diljá, þú hefur prófað að vera stjórna núna í stjórnarandstöðu og svo náttúrulega líka þegar flokkurinn þinn í meirihluta. Ekki dálítið erfitt og leiðilegt að vera kannski að koma með einhver mál og fara þegar þú kannski veist að það bara búið að ákveða þarna á borðum fyrir aftæða hvað að gera og annað? Eða hvað, eru mörg mál samt að þingi sem verið að fara í gegn þó að það sé að koma frá ykkur? Þegar við erum í stjórnarandstöðu? Já. Náttúrulega, flest mál sem að fara í gegnum þingi, við veitum það eru þetta stjórnarmál. Það algjörlega óbreytt, en við getum svo sannlega að setja mark okkar á þingstörfin. Við erum nú þegar búin að minnast á jafnlaunavottunina, gerum það ekki nógu oft. Þannig að maður á ekki að gefast upp. Nei. Og ég vísa nú stundum í Óla Björn Kárason, vinn okkar Árna, og fyrir þingmann Sjálfstæðisflokksins, sem að því að ég var einhvern veginn að spyrja hann, sko, þegar ég var nýkomin á þing, þá var ég svona, fór ég að velta fyrir mér þessu hlutverki, sko, hvert var erindi manns þarna? Og ég spurði hann að, þú veist, þegar ég átti að með á því að þetta væri svona svolítið stimpilstofnun fyrir framkvæmdavaldið, sem þetta áður alls ekki vera, sko. Að ég voru að spyrja út í það þú veist, nú var hann alltaf bara búin að vera óbreyttur þingmaður, þú veist, hvort hann hefði aldrei fengið samþykkt máli gegn, hvort hann þætti hann skilja eftir sig og þá sagði hann við mig, Diljá, ég mæli árangur minn á þingi ekki í einhverjum lögum eða reglum sem ég hef komið hér í gegn, heldur öllu ruglunum sem ég hef búin að stoppa hérna. Og þetta hefur svolítið geymt með mér, sko, og hugsað margoft, sko. Við erum búin að stoppa alls konar rugl sem og það kemur ekki allt fram í dagsljósi eða forsíður blaðana, sko. Nei. Þannig að það líka mælanlegur árangur. Já, að hafa áhrif á mál og breyta þeim í ferlinu og svona, þú veist, það skiptir alveg máli, þetta svona hluti sem kannski fá ekkert alltaf mikla athygli, ekkert endilega rosalega sexy eða spennandi fyrir fjölmiðla að pikka upp, sko. Nei. En þú veist, alveg ef það vilji fyrir hendi og mér fannst nú svona stjórnin kannski aðeins byrja að sína það núna, þetta var svona meira stál í fyrra fannst mér, það var svona aðeins svona verið að opna á góða punkta og taka þá inn og svona, sko, og þetta ætti þetta að vera þannig, ég meina þingmenn eru með margvíslega reynslu að geta alveg, þú veist, miðlað einhverjum góðum atriðum áfram, sko. Ég hef nú aðeins gagnrýnt það farið gerðan upp í pontu og svona kunnu yfirlæti og verið að tala yfir stjórninni og stjórnarlegum að maður fann svo mikið fyrir þegar eru stjórnarskipti. Ég var óbreyttur þingmaður begge meginborðsins og ég var stundum stritta því að ég væri stjórnarandstöðu þó ég væri stjórnarliði. Þannig að ég hef nú kannski ekki alltaf verið harðasti varðhundurinn. En maður tók svo eftir þegar eru stjórnarskipti að komin einhvern veginn mikið fólki og ég held að það hafi verið svolítið að því að komu nokkur á sveitarstjórnarstiginu og embættismenn að þeir voru bara einhvern veginn komnir að til að passa upp á sitt lið, sko, að bara komu mál frá ráðherranum og þau áttu bara að fara í gegn og maður helst ekki anda á þau, sko. Þannig að maður hefur verið svolítið duglegur að minna það á það að það hlutverk okkar allra að inn eins og Árna segir að setja svona okkar marka málin, að passa upp að þau séu vel unnin, að þau séu vel rætt í þaula. Og það kemur oft bara upp úr dúrnum að fólk hefur ýmislegt til mála að leggja úr öllum flokkum. Meira að segja píratarnir, sko, heitu einstaka sinnum, ekkert mjög oft, en það kom fyrir naglan á höfuð. Tvisvar á dag? Já, ég menn ekki svo oft. En að því mér þótt svo vænt það þegar ég byrjaði að þingi 2001, að svona kom aftur að segja á því hvað það var gott samtal oft í gangi og hvað, og þó að fólk hefði kolvitlis og skoðanir. Og þá fann maður samt hvað það hafði góðan vilja og vildi bara einhvern veginn láta gott að sér leiða og maður var að hlusta og tala saman og þetta vantaði rosalega mikið í fyrra. Það var bara einhvern veginn, fólk koman inn bara einhvern veginn í einhverjum gýr
og það bara var ekki að hlusta Nei. og Marja Rut gæti alveg flutt 16 ræður virka hlustun sko, en þú veist en það var einhvern veginn ekkert að ná í gegn af því að þetta svolítið það, við erum að reyna að ná saman, við erum að tala saman og það sem enginn sér sem fer fram á lokum nefndafundum, það á að vera þetta og þess vegna var að rosalega miður að fylgjast með því hvernig nefndastarfi fór á stað það sem var bara upplöp í nánast öllum nefndum þingsins af því að það var svo mikið stál í stál bara yfir einhverjum einföldu hlutum eins og gestakomum eða þið veitir Eitt svona mjög leiðilegt en samt gott að þetta núna bara þegar vorum að klára þingi þá var verið að klára frumvarp svona tæknilegt flókið málum vernd varðandi erlenda fjárfestingu sem auðvitað jákvætt að fá erlenda fjárfestingu en í vissum tilugum og kannski svo heimurinn í dag viltu geta haft einhverjar varnir sko og þetta mál sem fór í gegnum að efna svo viðskiptanefnd og okkur Hildur Sverrisdóttir vinkona okkar Diljár fór þarna náðist kannski eitthvað svona mikil og góð samvinna við að laga málið fór nú gegnum lengst og leiðilegustu atkvæðagreiðslu held ég þingsögurnar það sem var bara alveg búið að kroppa þetta niður í bara hér þarf að bæta við og já, þú veist bara tók 2 tíma en kláraðist í mikill í sátt og svona fallegt að sjá þú veist bæði Hildur kom og rósaði og í hinn áttina líka og formar hún Arna Lára var að, þú veist, þannig að það alveg dæmi þetta en þetta auðvitað dæmin sem að eru miklu síður, eins og ég segi, ég heldur séu síður skemmtileg, þau reyfa minna við okkur að fara að fá einhverjar langa fréttum tæknilega atkvæðagreiðslu sem fór fram í sátt þetta ég var leiður á að heyra sjálfa mig segja þetta var svo leiðilegt efni sko. Við tökum sér þátt það Nei, en sko ég hef ekkert þól fyrir því að hlusta á stjórnarlega vera barma sér undan því að það sé lítill vinnifriður og það sé svona tala svo mikið og svo erfitt hjá þeim það voru náttúrulega 2 fleiri flokkar á þingi á síðasta kjörtímabili og ég var nú formaður utanríkismálanefndar þegar okkur tókst með 8 flokkum að ná saman þverpólitíska yfirlýsingu ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og á þeirri tillögu utanríkismálanefndar voru bæði Þórhildur Sunna og Sigmundur Davíð. En ég bara hlust ekki á þetta sko. Nei, þú náður að ég meina, þú veist, auðvitað lögðu bara allir sér rosalega mikið fram og það bara stundum það sem það var þetta mjög stutt yfirlýsing það er svona með ártölum og hnýtum ekki til að rífast það er gaman að skikna staðins inn í störf þingheimsins ég horfi vandræðal ofta á Alþingis já, það er svoleiðis í vinnunni sko. einu maður sem við þekki sem gera það í alvörunni og allavega yngsti það er miklu fleiri sem gera það heldur en það heldur þú ruttist nú inn í þingsælum daginn en það ekki líka varst það sem rópuðu kolli það var ég en áður komin í efnahagsmálun sem eru Íslandssjóður auðvitað einn helsti kostur verðbréfasjóða er auðvitað áhættudreifingin heldur betur og möguleikin á að velja áhættustykk sem að hendar hverjum og einum Hér leita framkvæmdastjóra, það vilt sækja kæru hlustandi rétt, blönduðsjóðin hjá Íslandssjóðum dreifa fjárfestingunni það eru ólíkir eignaflokkar innan eignaflokka og milli atvinnugreina og þeir eru með þetta allt saman svo minnum við þetta reglulega spartnaðin en krónan er líka með eina spurningu því að aurar verða krónum og krónur skipta máli þeir eru nú eitthvað að tala um að skipta nafninu yfir í evru það er verið að skoða það kemur ljós krónin lindum með þetta glæsileg og búin að opna en það er einföld spurning frá þeim sko Hildur valdi framsókn og viðreist fram með miðflokki í borginni ef við fáum bara ykkar persónulegu skoðun á því Já, sko ég held maður verið kannski svolítið að horfa í það líka það er langt síðan ég sé svona kosningar þar sem að einn stjórnmálamaður getur afgerandi sagt að staðið upp sem sigurvegari eins og Hildur Björns úr þessum borgarstjórnarkosningum og maður fann þetta svona í aðdragandanum umræðunum hérna sérstaklega kvöldið áður og þú veist þetta var einhvern veginn svolítið fyndið, þú veist alla spurningarnar frá hinum frambjóðundurum beindust að henni og maður fekk svona tilfengjum að vera útskýra stundu fyrir þeim bara hvernig kerfið væri mjög afgerandi umboð. Ég hef svolítið vilja segja sko, ef við treystum henni svona vel pólitískt þá hljótu við auðvitað að treysta hennar mati á því hvernig hún mynda meiri hluta. Því það er auðvitað að setja eitthvað svona þætti eins og þetta og ná að gera þetta og þetta en það snýst kemistríu og það snýst samstarf og snýst traust og svona hluti. Þannig að ég bara, svo það sé sagt, maður treystir henni mjög vel, mér finnst bara að fara vel á stað og svona. Ég held að það hef ekkert verið eitthvað jafn ólíklegt og einhverju vildu láta það miðflokkurinn hefði geta verið þarna með en við sjáum alveg hún býður þarna Ara til dæmis sem hann þiggur sem ég ástændi dálítið flott hjá honum að vera stjórnarformaður Orkuveitunnar sem alltaf mikil staða og þú veist, það má segja margt miðflokkin en miðflokkurinn er svona flottur flokkur að því leytinu til að hann er óhrættur við breytingar og hann er ekki
hann náttúrulega hefur leiðilegt að segja þetta, hann hefur hvergi verið við völd þannig að hann hefur engin, þú veist, hann er ekki að rugga neinum bátum eða segja neitt leiðilegt við neitt vinsinn, sko, þegar hann byrjar að og ekki að kenna honum neitt. Það er ekki að kenna honum neitt, þú veist, þannig að það er aldrei mjög sterkt að hafa þannig með sér í breytingunum, en Hildur hefur kosið að fara í þessa átt, ég held að sé annars vegar svona, traust og svona einhver kemistríumál og bara þeir hlutir líka kannski ekki vittlust að hafa umboðið aðeins meira en á miðjuna, fá þau með í breytinguna að taka viðreisn á orðinu. Þau ætla að snúa Reykjavík við, voru við búin að vera í meirhluta í síðustu 8 árum. Batnandi fólki best að lifa og Einar fékk auðvitað að kynnast í þegar hann ætlaði að stinga ráðhúsklíkun í bakið að hún sendi hann að skilaboð. Þannig að ég held að við séum með flokka sem að ætla að taka til hendinni þarna og ég meina það er bara held ég, þú veist, það er bara það sem að verður mælikvarðin held ég á þennan meirhluta, sko. Já. Þetta er ekki öfundsverk hlutverk sem Hildur vinkonaðin í núna. Ég er ósamlega því. Reyndar auðvitað að gera betur. Öfundsverk hlutverk sem hún í? Sko, ég bara þú meinar að taka við svona hrikalegu búi. Þetta ætti bara brunarústir. Já, ég nú var í menntaskóla með Hildi, veit svo þannig til, og hún saman í Vestló og ég hef engar ágjörð á henni. Ég veit að fáar manneskjur sem treysti betur til þess að ráðast í svona erfitt verkefni og klára það af. Og ég bara tek undir með Árna þegar ég segja, ég held hún hafi fullt trausti þess að ráðast í þetta verkefni til þess að meta það með hverjum hún treysti sér til að vinna að þessu verkefnum. Sáum það á málefnasamningnum og einhvern veginn útdeilingu verkefna að við auðvitað komumst mjög vel frá þessu, allar okkar kosningaáherslur fara þarna í gegn og við auðvitað erum mjög sátt með það sjálfstæðismenn að sjálfsögðu. Ég var nú aðeins farin að velta því fyrir mér eftir að því einhverjum þótti bara augljóst hvernig einhvern veginn þetta lá, hvernig stjórnin er mynduð sko yfir Reykjavíkurborg. Ég var hans farin að velta því fyrir mér þetta fyrstu dagana hvort að Miðflokkinn hreinlega langaði ekki að fara og stýra borginni sko. Mér fannst einhvern veginn stemmingin og orðsendingarnir einhvern veginn vera í það áttina og þá leiði mann hugan að því sko að þetta eru auðvitað einmitt flokkur sem að hefur bara svolítið verið á móti og hefur ekki þurft að bera ábyrgð og hefur þannig séð, auðvitað eru þarna þaulreyndir stjórnmálamenn sem hafa ekki beint einhvern veginn algjörlega flekklusan feril sko en það er ekkert að segja þetta sé ekkert búið að reyna á stjórnarhætti þeirra en svona sem flokks. Ég var aðeins farin að spyrja mig þeirra spurninga hvort það langaði hreinlega ekki til þess að fara í og taka sér þetta verkefni. Ég tek undir með Árna með það, ég gladdist að sjá okkar gamla félaga Ara taka sér þetta viðamikla verkefni í Orkuveitunni. Þannig að svo bara býðum maður spenntur og maður er auðvitað bara farin að telja. Það voru gefin hann bara mjög svona tímasett og ákveðin loforð. Ég er full að trúa því að við munum standast og hlakka bara til að sjá okkur Reykvíkinga uppskera. Já, spennandi. Já, það er sannarlega spennandi. Við ætlum að færa okkur yfir í efnahagsmálin og planið. Það áttum að gera fyndið. Kristrún Frostadóttir var gestur í Íslands í dag í kvöld þar sem að hún var spurð beint út í það hvort hún óttaðist að planið sem Samfylkingin hefur lofað fyrir kosningar væri ekki að ganga upp. Hún var afdráttarlaus í sínum svörum, sagði planið er byrjað að virka og benti það á keik á það að ríkisstjórnin hefði náð árangri í orkumálum, húsnæðismálum og heilbrigðismálum og benti á orkumálum var undirstaða þess að vera með efnahagsmálin í lagi. Að því sögðu viðurkennum hún jafnframt að bakslag hafa verið í vaxtalækkunum vegna stöðunar í Mið-Austurlöndum en segir að vextir séu enga síður lægri í dag en þegar ríkisstjórnin tók við. Ef við byrjum á þér, Árni, þú hefur sagt að sveitarstjórnarkosningarnar hafi verið ákveðin skilaboð til ríkisstjórnarinnar en planið er byrjað að virka, eða hvað? Nei, það er bara alls ekki byrjað að virka. Ekki nema þetta hafi verið planið? Já, nei, ég held að það, sko fyrsta lagi má nú velta fyrir sér hvað var planið. Og ég hef svona alveg velti fyrir mér svona hvað af því var mjög djúp efnahagsleg pæling og hvað var svona taktísk staðsetning. Því að ef við rifum aðeins upp söguna á síðasta kjörtímabili að þá þú veist, við förum út úr COVID og förum lendum í þeim hremmingum sem að uppkoma, ríkur upp verðbólga, Seðlabankinn hækka vextina hratt, við fáum Grindavíkur málið í fangi líka og þunga kjarasamninga og allt þetta og styrjaldirnar í Evrópu sem að hækkuðu vöruverð og svona. Mikið á borðið þessar ríkisstjórnar og það var mikið auðvitað lagt upp úr því að reyna einhvern veginn að koma þessum málum á bakvið sig. Koma þessu þannig að við getum farið að sjá þetta koma niður. Og þarna undir lok svona seinni hlutan árs 2024 er svona byrjað að verða eitthvað svoleiðis svona glufa að menn sem töldu þá.
Þú veist, við vorum fann að sjá verðbólgan aðeins byrja að kælast, Seðlabankinn var búin að byrja stýrivaxta lækkunarferlið og þetta, þú veist, gekk það hægtir út í, hvað fórst í 9,25 hæst held ég og lækkar 25 punkti í hvert skipti, en það var skilabóðum var alveg skýr, þú veist, að lækkunarferlið væri hafið. Þessum tímapunkti blásið til kosninga, þannig í lok nóvember. Og ég held að svona pólitíska tústablan hjá Samfylkingunni hafi litið dálítið þannig upp út, sko, herru, Kristrún hérna svona með sína menntun og efnahagstekkingu stígur inn, við erum með planið, þú veist, við ætlum að taka þetta með krafti og það er sleggjan og allt þetta, en þú veist, í raun og veru svolítið að stíga á öldu sem að kannski menn reiknum með að væri byrjuð að svona velta í ákveðna átt, skiljiði hvað ég við. Það er að segja að þú þyrftir í raun og veru kannski ekkert að fara í mjög mikinn sársauka til að ná þessu niður. Þú veist, vextirnir myndu bara svona hægt og rólega sigla niður verðbólgan og þú myndir svona pólitískt eignaði þér það. Það þurfti nýtt fólk í brúnna til að svona fylgja þessu eftir. Vandinn var síðan bara þetta gerðist ekki. Vandinn var að fyrsta árið hjá ríkisstjórninni var ekkert sérstaklega vel nýtt. Ríkisfjármálin voru þannig, menn að ríkisútgjöld hækkuðu 141 miljard milli ára. Þú veist, það var nú öll sleggjan og krafturinn í ríkisfjármálunum það árið. Verðbólgan byrja bara síðan að taka mjög skarpan kipp núna hérna í lok síðasta árs og byrjun þessa árs, meðal annars koma þessar, við vorum að tala um þetta áðan, þessar gjaldahækkanir, kílómetragjaldið, verskar og hækkanir svo opinber og fleira, mjög klaufalega inn í þetta og margt fleira og svona tiltrúin er allt í náttúrulega mjög þung. Þannig að hérna, ég velta aðeins fyrir mér sko, hvað var planið, ég veit að, þú veist, Kristrún ætlaði sér vonandi að þetta gengi vel og hérna ætlaði að reyna að vanda sig. Kannski fróðalt líka í þessu samhengi að rifja upp sko síðasta kjörtímabil aftur þegar við vorum í þessum slag sko að það var hérna faraldurinn kom og þú mátti ekki opna fyrirtækið þetta á mótnana. Við vorum í að tökum þessa pólitísku ákvörðum sem maður má alveg deilum, það er ekkert augljós, en þetta var gert að fara að dæla út styrkjum í hagkerfið. Og við tökum síðan líka aðra ákvörðun sem er það að kaupa upp alla fasteignir í Grindavík, 2 risastórir póstar. En þá var þetta stjórnarandstaða sko og Kristrún sem er alltaf verið talsmaður Samfylkingar efnahagsmálum, þú veist það var ekkert eins og hún væri með kannski allt annan valkost í boði við það. En vildi þau ekki gera enn meira? Viðreisn og Þorgerður og Kristrún, Þorgerður kannski sérstaklega eftirminnilegt kom yfirleitt upp í pontu og Alþingi og sagði, akkur eru ekki að gera meira, akkur eru ekki að hækka styrkina, láta ganga hraðar. Það var gagnrýni. Það var gagnrýni. Meira lengur. Já, meira lengur. Í dag fáum við síðan, sko, er þessi sögu skýring orðin á þá leið að þér hafi allt verið bara í efnahagslegri óstjórn. David Jones, sjáu strawberry og salty licorice mixið er auðvitað, já, þetta er limited edition. Býtu, þetta er á leiðin í búðið eða ekki? Jú. Í krónuna mér þess að? Jú, ég tók smá Bara í fórskot Krónuna? á sæluna, heyrði í freysernum og spurði, getur útveðað með nokkur eintök áður en það lendir í búðum? Við vorum alltaf með þetta í útsendingunni núna helgina Já. og menn voru að smakka á þessu og ég smakka á þessu og já, þetta er helviti gott. Nei, þetta er, þú veist, að því að það sem gerir, trixið er, taka lakrísdölu og taka jarðarberudölu, klemma saman og þetta eru 2 munnbitar og þú býtur í 2 og svo tekur aftur. Það gerist eitthvað þegar þessi bröð blanda saman sko. Já, já. Þetta er himnestæmi. Og Þorvald að veita. En maður spyrja, þetta sem hún nefnir, þessi dæmi sem Kristrún talar um að þetta sé hluta planinu og svo auðvitað náttúrulega, ef þið ætlaði að nefna Grindavík, þá má hún alveg nefna kannski Miðausturlöndin líka. Klart. En þú veist, er hún búin að gera vel í þessu hlutu sem hún nefnir, er hún að afvegalega umræðuna eða með orkumálin og heilbrigðismálin og er bara enginn að tala um það? Ég fann svolítið fyndið að sjá þetta svar, ég náði að horfa á þetta viðtalinu rétt hann í kom, mér fannst það svolítið fyndið svar, er planið að virka? Já, þú veist, sjá hvað hún gerir í heilbrigðismálum. Já, einmitt. Jó, það voru einhverja breytingar í orkumálum og það má alveg svona sem maður sé nú með jákvæðu glerungum líka, gefa Jóhanni Páli alveg rós, hann er að reyna að rífa í gang, þú veist, einhverja orkuframleiðslu og svona, er að vísu aðeins að díla við andstöðina síns eins flokks líka í því, það er svona verið aðeins að og svo var auðvitað bara búið að undirbúa mjög mikið fyrir hann, búið að vinna miklu undirbúinsvinnu, hann tekur auðvitað við mjög góð hvað það var það, undirbúningin. En þú veist, það einhverju 2-3 virkjanakostir hafa verið færðir til í rammaáætlun er ekki grundvöldan einhverju nýju rosalega hagvaxtarskeiði sko, það hlýtur náttúrulega að blasa við og hvað þá, ég veit nú ekki hvað breytingar í heilbrigðismálunum er alveg að vísa. Kveiktu það því? Það lítur að vera hjúkrunarheimilin. Ég hef ekki hugmynd um það, en ég er einu sem er datt í Já, tryggjum hagvöxt með hjúkrunarheimilum. Þetta er nýtt. Nei, en þú veist, ég veit það ekki. Ég bara segja, sko, ég skildi aldrei alveg, þú veist, hvað er planið annað en bara, þú veist, auðvitað vist plan að bara reka ríkissjóð skynsamlega. Og ég meina, það var alltaf, þú veist, ég meina,
Ben gerði það, hann var alltaf fjármálar á þegar ég árum saman og ég meina að þetta var alltaf hans svona sterkar hlið fannst mér þessi mál, hann passaði upp á ríkissjóð, hann passaði upp á þú veist, að halda hlutum í góðu jafnvægi en það tímabilið hérna frá 2013 fram að COVID þá erum við í mjög fínum málum, það var ekki mikið ákallum eftir Evrópusambandinu á þeim tíma, við vorum bara í svona frekar smooth sailing þannig í vöxtum og verðbólgu, einhverja svona þú veist, upp og niður aðeins en það tímabil var gott en þú veist, við fáum þessi svakalegu skakkaföll þarna á þessum tíma og aftur alveg rétt að alveg sanngjarnt að tala önnur skakkaföll sem koma síðar, mann gerir ekki lítið úr því en þetta var auðvitað á rosalegum skala ég meina ég sá bara í fjármálaáætlun var að reyna að leggja eitthvað verð með þetta menn tala 400 milljarða COVID plus Grindavík takk það alveg tölur sko ég ætla ekki að vera svona sanngjönd þessu orðni mér finnst þetta sjokker það auðvitað ótrúlegt að afskrifa einhvern veginn og látast ekki muna eftir sko stríði, COVID og Grindavík sko það hefur bara allt verið einhver óstjórn bara einhver svona geðþótt óstjórn þú síðustu ríkisstjórn en ætla síðan að fara að tala einhverja tímabundna nokkra vegna olíukrísu sko ég ger ekki lítið úr þeim aðstæðum en þú ert einhvern veginn að gera þetta í sömu andrá og maður lítur að spyrja sig að því hvert var eiginlega planið því að þegar að þessi ríkisstjórn tók við þá var auðvitað vaxtalækkunarferli hafið og núna höfum við glatað heilu ári í þessari baráttu við verðbólgu, það bara staðan og eins og Árni fór hérna yfir aðeins fyrr í þessu samtali og það var auðvitað búið að margvara við svo mörgum ákvörðunum sem að þessi ríkisstjórn hefur tekið í efnahagsmálum og ég ætla nú ekki að vera einhver Bobby Fischer en maður fer aðeins að veltaði fyrir sér sko. Það eru sérstaklega 2 aðilar sem eru Kristrún og Daði sem að njóta mikil ströss hjá fólki vegna sinna menntunar og svona trúveruleika efnahagsmálum og þegar að þessir aðilar tala svona trekk í trekk og einhvern veginn í mótsókn við það sem að einhvern veginn megin þorri helstu sérfræðingar landsins eru að segja alveg sama hvaðan þeir koma hvort sem þeir koma vinnumarkaði eða í pólitík eða hvað sem það þá fær mér auðvitað að spyrja sig þeirra spurningar hvort að einhverju þarna sé einhvern veginn ekki að vinna vinnunum sína nægilega vel hver eiginlega hvatina því að fara svona gegn svona háværum og augljósum ráðleggingum sem kemur úr svona mörgum áttum planið getur ekki hafa verið það að við myndum glata þessu heila ári síðan auðvitað lítum við til annars og það var auðvitað sagt í aðdraganda síðustu alþingiskosninga það var gefið lofvörð, mjög skýrt lofvörð það að það eru ekki hækkaðir skattar á venjulegt fólk, hvað sem það nú er og fyrirtæki, en það hefur verið gert Árni hefur nú verið að þylja þetta hérna upp margvíslegar skatta og gjaldahækkanir á fólk og fyrirtæki í landinu þannig að það er einhvern veginn ekkert sem hefur verið lagt upp með hefur gengið eftir Hvað hefur að hækka á fólk? Hvað skattar og gjöld hafa hækkað á fólk? Já, það er auðvitað búið að fara yfir kílómetragjaldið, samsköttun hjóna, við getum hort á allar gjaldahækkanir hins opinbera sem að við höfum undanfarin ár þá hefur verið svona þumalputtaregla að hækka gjöldin ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans, þau brutu þá reglu núna og síðan auðvitað þessar skattahækkanir á fyrirtæki bæði þar sem að hafa þegar verið settar á og síðan þar sem að koma skulu við erum að heyra auðvitað fyrir og fyrirætlanir það eru fjármálafyrirtækin og það er farið þjónustan og hvað sem baðlónin Baðlónin? Já, baðlónin, ég meina þetta mun koma illa við venjulegt fólk nei, ég meina það eru bara hver er greiða þessa skatta, endingu það er svo ótrúlegt einhvern veginn að tala um það og getur hækkað skatt á fyrirtæki eins og það sé einhver svona stærð sem að smitist ekki, það sé ekki endingu bara fólki í þessu landi sem að borga þessi hækku gjöld og skatta Já, eins og Benni Gísla sagði fyrirtæki þau borga ekki skatta, þau innheimta skatta sko, þetta endar alltaf í verðlaginu hjá okkur Jónum til bæ sko Það er bara þannig sko, ég er bara lögfræðingur en ég held að þetta var eitthvað sem að væri svona ágæti svona almannaþekking þannig að það er auðvitað almenningur sem að svara því best það er auðvitað Íslendingar sem svara því best sko, er planið að virka þú getur alveg sagt þetta alveg linnulaust sko, komið í Íslandi í dag og hver sem er og verið prúfbúinn og sett sjálfur á Instagram
og sagt planið að virka en ég held ekki að fólk sé að kaupa. Var þetta bara einhver gaslýsing í beinni útsendingu? Ég ekki búin að viðtali, Árni var þetta gaslýsing. Nei, mér finnst hún Elisabeth Inga gerir þetta vel. Já. Hann svona, hún Kristrún virðist ekki hleypa alveg hvaða fréttamönnum sem að sér heldur, sko. Nei. Mér finnst hún gerir þetta vel, var svona létt og svona skemmtileg eins og hún kann mjög vel að vera, sko. En svona beitt samt líka, sko. Lét hann ekkert endilega komast upp með neitt, sko. Nei. Þannig að nei, en þetta Hún hefur ekki haft gaman að því. Nei, svo náttúrulega finnum maður svona, hún hefur svona tilhneigingu líka stundum til að svolítið að fara að svona uppfræða fréttamenn, svona nefni nafn Og þeirra samstarfsmenn og já, eins og veist Birkir, þá er þetta ekki svo, eitthvað svona sko, og maður svona, það er Þú skilur þetta ekki Birkir. Nei, alltaf þetta nefna nafnið sko, þetta er svona, þetta er vist múf. Nei, en þú veist en þetta er það sem er náttúrulega núna stóra málið þetta fjárlagafrumvarp og það verið fróðlegt, það er að búa alveg sko lýsa því yfir bara í því hversu oft að það verið hallalaust. Menn voru, og þetta var samt gert þannig að þessi fjármála áætlun svona til að hafa þetta tæknilegt sem er kynnt núna fyrst í mars er það ekki og svo var hún endalega afgreidd núna í júní að þá er þessu stilt upp svona, þú veist, þetta ekki endalega eins og í fjárlögum en svona hvert stefnan er og þá var skilin eftir milljarður í afgang. 1 milljarður. Í þú veist, hvað eru gjöldin 15-1600 milljarðar eitthvað og þetta er ekki neinn stærð þannig og bara svona bráðabirgað útreikningar bara á versnandi stöðu síðan í febrúar benda til þetta er allavega einhverjir 20 milljarða sem að vantar strax upp á. Þú veist, bara ekki atvinnuleysi, minni hagvöxtur, þú veist, það eru verða minni umsvif og þá minnka bara tekjupósta ríkisins sem því nemur. Aukin útgjöld. Já, og svona, og og það verður náttúrulega stóra pólitíska spurningi núna hvaðan verða þessir milljarða sem upp á vantar, sem eru töluverð tala, hvaðan verða þeir sóttir? En farið ekki að vera bara of sein í það? Að sækja hana pening eða eitthvað? Ég veit að hafa kannski út árið en eitthvað þurfa að koma til borð þegar það að leggja fram fyrir þingið og annað, eða ekki? Já, það er vantilega haustið, sko, sem mun farið þetta, sko. En þú veist, þá er það, ég meina, það er svona mjög grófum dráttum tvær leiðir, þú getur skorið niður, eða þú getur sótt meiri pening. Og maður svona hefur pílut á tilfinningar með þessa ríkisstjórn og það verði seinni leiðin, tekin, sko. Já. Því að svo aðhald á tekjuhliðinni. Já, aðhald á tekjuhliðin, eins og samfélkingafólk segir. Og svo er náttúrulega annað sem er búið að vera mjög skemmtilegt, talandi svona smá, smokes and mirrors, það er hagræðingar átak ríkisstjórnarinnar. Já, sem var geggja og ég Já, sem maður alveg bara fyrst herðu, ok, þetta er vel gert. Þetta er verkstjórn. Ég sendi inn fullt að tilhjóð. Já, Dilljá, bara gerði ekkert annað þannig allan í janúar en að skera niður. Bara starfsmaður ríkisstjórnarinnar. Nei, þú veist, ég meina hvað, það kom einhverja 10.000 tillögur eða eitthvað. Fólk var bara fleiri 1000 tillögur. Fólk var spennt. Var ekki samt mikið af þessu bara eitthvað gríni? Hætti ekki? Nei, náttúrulega mikið svolítið sama, því svo var eitthvað að vinsa úr og eitthvað. Það er fín, eða þú veist, þetta er einhverjar 55 eða 60 tillögur. En svo var blaðamannafundur og svona og talað hvað er alltaf að vinna út. Já, en svo ekki, ég er nefnilega að nota það tækifæri að ég er búin að henda fyrirspurn sem þingmaður á öll ráðuneytin. Hvernig gengur? Hvað er þið búin að framkvæma af þessu? Og mér finnst svo ekki að það verið svona, ég sé svo fyrir mér það er einhver starfsmaður fengið í hausinn, þú veist, leiðenda þingmaður að spurja, sjóta eitthvað saman, við erum að sína einhverja hagræðingu og sem nú eru komið svör frá öllum ráðuneytunum og það er hagræðingu upp á 14 milljarða fyrsta ári, gerum ekki lítið úr því nema þetta svo fer maður að skoða hvað er á bakvið, þá er stærsti liðurinn 3 milljarðar í hagræðingu í því að það séu færri hælisleitendur að koma til landsins. Það eru 3 milljarðar í hagræðingu, það er náttúrulega ekki hagræðing, það eru færri hælisleitendur að koma. Skilurðu, svo var hitt er allt mjög tæknilegt, einhver varasjóður sem er minnkaður, mikið að liðum svona í fjárlögunum sem hafa svona hæfilega óljósar Heiðar talaði með að vera hættir að prenta ára bæði blöður Já, þetta er svona, þú veist, það er þó hagræðing hitt er bara meira, þú veist, það bara er að fækka þú veist, þetta er hækkun og lækkun í hafi, skilur þannig að það er basically svona stuttasvari það er raun og verið ekkert búið að gera og það er kannski það líka sem er þetta að, þú veist, það er erfitt að hagræða Ég held að það sé alveg staðan. Það er erfitt að takast á við kerfið. Því að mikið af þessum hagræðingartillögum eru þannig þetta er kannski bundið við augljóslega einhverja stofnun og þú sem ráðherra þarft þá að fara bara og hitta, þú veist, forstjóra þessara stofnunar og fara í, þú veist, þetta er erfiði slægir oft. En ég held að það sé eitthvað sem þú verður að fara að taka og svolítið miður því að oft er moment svona að það kemur ný ríkisstjórn inn, ferskir vindar svolítið svo við talum í ráðhúsinu að við vonum að Hildur nýti þann kraft vel en mér finnst, þú veist árangurinn upp úr þessu átaki er
allavega enn sem komið sorglega lítill ef einhver sko. Mhm. Þegar menn að tína til bara hitt og þetta sem hefur eitthvað aðeins hækkað og lækkað sko. Þetta er náttúrulega í raun og veru afskaplega lítið komið út úr þessu. Já. Já. Nei, gjörðu svo vel. Nei, ég ætla bara að segja, þú veist eins og talar þetta eru alveg 1000 milljónir sem við höfum í afgang árið 2027, þetta lítur vel út. Nei, Með við fyrir hagspá. Já, ég ætla að spyrja, heldur þið verðið hallalust 2027? Forsendundur eru brostnar. Þannig að eins og staðin er núna, þá segi ég bara, nei, ég sé ekki hvernig þú ætla einhvern veginn útfæra það, en svo læðist auðvitað að mann þó sá óþægilegi grunur að þau mun einhvern veginn, þau eru búin að auglýsa þetta svo mikið og búin að setja svo mikið vægi á þetta að skila þessu svona, að það verði einhvern veginn gert sama hvað það kostar og það muni kosta bara það að landsmenn taki fram upp veskið sko. Það og að því að Árni nefnir Ráðhúsið að þá svona hef ég óljósan grunn það sko, að því að ég kíkti upp í Ráðhúsið þegar okkar fólk var að taka við völdum í Ráðhúsinu og maður sýndist nú fílisvipnum á sumum starfsmannum þarna að fólk hefði það á tilfinninguna, það bara tekið til í Ráðhúsinu sko. Fólk sem bara búið eitt að blíja það. Já, ég er bara verið í einhverju pólitísku plotti, ég veit ekki, bara eitthvað skilur, það er auðvitað búið að þannist út báknið. Heldur betur. Ekki síst skrifstofu og stjórnsýslu. Þannig að það er annað sem mann dettur í og það er auðvitað engin svona kreatífari heldur en samfélgjuminni þegar kemur að því að færa bókhald. Þannig að það verða spurning hvort það verða einhverja slíkar æfingar. Það er auðvitað erfitt þegar við erum að tala ríkisfjármálin en Árni er að lýsa því sko hvernig að við erum að spyrja spurninga og þegar þingmenn er að sinna sínu eftirlitshlutverki og eru að spyrja spurninga og beina spurningu til ráðherra þá þeir ekki beina þeim til þeirra, þetta er ekki einhver svona pólitísk æfing, þetta er ekki einhver svona nú ætla ég að gera eitthvað sniðugt fyrir mína kjósendur og þú getur komið eitthvað sniðugt á móti þetta er bundið í lög og við getum spurt þessar spurningu og við eigum að fá svör þeim þannig að það er ekkert valmöguleiki, það er ekkert option alltaf að þú sért einhvern veginn að föndra til einhver platsvör eins og varðan þú ert að spyrja út í hagræðingar þú átt ekki að hafa valmöguleikan að vera eitthvað að skreita svöriðin með einhverju krúsitölum sko. Þannig að ég hef nú líka verið að tala fyrir þessu hans í þinginu og minna það til hvers við erum þarna eiginlega sko. Og þegar að ráðherrarnir koma að hitta okkur hvort sem þeir að svara okkur skriflega, koma að hitta okkur í þinginu, koma að fundi nefndamanna þeir sé ekki einhverju leikriti eða setja sig einhverju stellingar sem einhverju þingmenn Suðvesturkjördæmis eða hvað sem það er sko. Þeir eru að koma og er að svara okkur sem í krafti embættisins og við erum að spyrja í krafti okkar hlutverka. Þannig að þetta er auðvitað algjörlega ósættilegt. Já. Dilljá alltaf eða fress. Þetta er árið eftir áni. Dilljá er á öllum píluspjöldur á Jusk. Það er Dilljá. Nei, þetta er alveg rétt. Það við fengum þarna heilt ár undanskilið áföllum að minnstakosti utanakomandi og nýttu það ekki betur en við höfum rakið hér í kvöld og svo þetta Já, við skulum bara færa okkur yfir næsta hagræðingamál sem er útlendingamálin. Já, stóra hagræðingamálin. En orka náttúrunnar. Já. Ég kíkti auðvitað við þetta á helliseiðinni daginn. Vel gert. Já, þetta er ekkert smá operation sko. Og þetta er að sjá, þarna eru alvöru pípur sem er að dælinn bara einhverjum 1000 lítra á mínútu sko. Og alvöru operation í gangi og búið að spretta upp nýskupur hann í kring sem er að rækta sko omega-5-sýrur sem er bara á heimsmæli og spirulín og ég veit ekki hvað og þetta er allt gert úr heita vatn og kalda vatn okkar. Thank you for your service. Þannig að orka náttúrunum við þökkum þeim bara kella fyrir þeirra þjónustu. En við ætlum að fara í útlendingamálin sko. Við erum með 2 snillíka í útlendingamálum. Já, en þú veist, það sem ég vildi líka sagt hafa áðan með sko að því við erum einmitt með þessar 2 stjórnmálumenn, Kristrúnu og Daða sem að njóta mentorum sinna vegna mikils trausts og stuðnings en að heyra til dæmis Daða tala augljóslega gegn sinni betri vitund sko til að mynda í tvöfaldar lásnum hennar Ingu, það er athyglivert í meira lagi. Sorry, ég ætla að spyrja Árni að því að þú ert búin að vera þingin núna í smá stund og Dilljá búin að vera það í dálítið mörg ár. Já. Á líkamstjáningu og annað. Heldur þú standum að þau sé kannski stjórnarlegar eins og Daði og Kristrún bara samþykkja mál og tala gegn betri við? Og ég hugsa blæðalust, stundum komaðinu bara
þurfum bara að setja plástur á Þetta er tunguna. eldklárt fólk, sko. Það breytir svo mikið í ár. Daði náttúrulega sko kannski líka þannig að hann er því hann ekki sko kannski stjórnmálamaður í grunninn, hann var ekki kjörinn þingmaður, auðvitað hann eitthvað verið í pólitíkan og var hann einhverju frambúð einhver tíman þekki nú ekki alveg hans sögu en hann allavega náði ekki inn á þing og spilaði stundum út sko, hann sé nú sko ekki, hann hefur séð fræðimaður Já, hann vil svolítið spila þann leik sko og hann var nú einhverju viðtal sprengisandur daginn og spurði svona hvernig hann finnst það að gengið og efnahagsmálum og hann sagði það hefur ekki gengið vel, það er augljóst, ég hef ekki verið að standa mig vel en hann segir svona eitthvað sem maður á ekki að segja sem er svona, já það er svona fallega innlægt ef ekki orðaði þannig sem að svona og mér veist, hann á oft svolítið erfitt með, eins og þú segir kannski þennan part sko að ég menn hann var nýbúin að lýsa því yfir áður en þið fari að lækka vaskinn tímabundið á eldsneyti svoleiðis, hann var spurður það nokkrum vikum áður sko pissi skóin sinn hann líkti því við að pissi skóin sinn sko hann var ekki búin að sleppa orðinu þetta er bara góð spurning hann á öðrum bekk í sal 101 en þetta er náttúrulega ótrúlega heimskulegt sko þetta er bara kannlega fræðimaðurinn að svara svo bara ertu herðið dagminn, það er búið að semja þetta það er blaðamannafundur bara, ok og þannig að þú veist, þetta er auðvitað pólitíkin einhver leyti og þannig að já, ég held að það sé alveg þó nokkuð málarna sem hafi aðeins svona reynt á hagfræði taugina í honum, sko. Já. Ég held að það sé alveg klárt, sko. Fólk verður síðan bara að hafa það hugfast, sko, held ég áfram að res. Og þú hefur bara, ég meina, þú ert að leggja það svolítið að veði, sko. Þetta er bara, fólk, ég meina eins og Daði sem hefur einhver svona feril og trúveruleika. Og þetta ert að leggja það veði. Þú hefur bara þennan feril, þú hefur bara eitt orðspor. Ég meina, þú fara ekki að vera eitthvað súkkulaði þegar það kemur á því. Nei, klart. Ef við vindum okkur yfir í útlendingamálin, hvernig meti stöðun í dag? Erum við búin að ná tökum á því sem að hefur verið látið að minnstakosti þannig í veðri vaka að þetta hafi verið einhver leiti stjórnlaust? Og kannski svona til að bæta þessu spurningu, sko, einhver góða maður sagði ekki hlusta á þessu stjórnarandstaðan segir, hlusta á það sem hún segir ekki og þá kannski tekur maður eftir að minna gagnrýnt Þorberg Sigríður, Jóhann Pál og annað og það er kannski ekki tilviljun. Já, sko þú veist, ég bara hef verið að pæla í þessum málaflokkir og talar tvo sér, já, verið í alls konar, ég bæði var lögmaður fyrir þá sem kom og sækjum hæli hefur líka verið kærnund útlendingamála og var formað starfsópsökum stjórnvalda þannig ég er maður skoða þetta frá ýmsum hliðum og mér finnst þetta, sko, ef maður tekur þetta aðeins úr ríkisstjórn og flokkapólitík svona dagstímas þú veist, við náttúrulega höfum bara tekið alveg svakalega svona kúfi í þessum málum þú veist, það er ekki að fara lengra aftur en kannski 2009-10 þá voru hælisumsóknir á Íslandi 35 kannski, þú veist, 35-50 og málaflokkurinn var að losa einhverja kannski 200 milljónir í fjárlögum og svo þetta bara gerur þetta svo sem þróun sem gerist við annars þar í heiminum, bara byrjar þetta, þú veist, aukast og ég meina við erum komin í ég held að sé árin 22-23 ég sé verið rétt með að þá förum við í umsóknir yfir 4.000 bæði árin að vísu þarf alltaf að hafa bak við eirað að vera sanngjarna að svona rúmur helmingur að því voru Úkraínumenn sem að ég held nú að íslenska þjóðin hafa bara staðið mjög saman í því að taka vel á móti og veita þeim aðstoð eins og við getum kannski komið betur að því, mér finnst að kerfið ætti að virka meira þannig en það breyti því ekki að þau ári eru þá, ef við segjum kannski svona almennar hælisumsóknir þá 2000 og málaflokkurinn þá í fjárlögum var sagði að vera sko 15-16 milljarðar en ég held að sé allir sammála það að raunin er miklu meiri. Vegna þess að sérstaklega þegar kemur svona mikill fjöldi að þá erum við að tala um fólk, sko, fólk kemur kannski hér með fjölskyldu sína, börn og eða eldraða foreldra og það er alls konar útgáfur. Við tökum að okkur að halda fólki, það er uppihald, það er húsnæði, það er alls konar þjónusta, læknisþjónusta, sálfræðiþjónusta, ef það eru börn þá koma þau inn í skóla og ímyndið ykkur, þú veist, túlkaþjónusta, ímyndið ykkur stöðuna fyrir kennara, tökum sem dæmi bara hérna á Suðurnesjunum eins og þetta var, það sem bara, það koma hérna 3 börn frá, þú veist, Sýrlandi bara að taka eitthvað dæmi, tala ekki orðið í ensku náttúrulega, ekki orðið í íslensku, allt öðrum menningarheim, þú veist, ofan á allt hitt sem að kennarar eru að díla við, sko, þú veist, hversu, þú veist, og þetta er kannski ekki stærð sem er eitthvað öll að setja í Excel-skjali, skilur, en bara álagið, sko, en það máli halda þetta til að það rættum þetta í samhengi við svona stjórnleysi og svona, ég mun halda þetta til að þetta var, eins og ég vil segja, sko, þetta var allt of mikið, en þó þannig að Ísland kláraði sem ég vil af þessu,
þú veist, öll þessu fólki var veitt hér, þú veist, við kláruðum öll þessi mál, en þú fannst alveg að hérna, þetta gekk ekkit svona til lengdar og hvort sem þú horfum á þetta út frá kostnaði eða bara, þú veist, resursum eða hvað vegna þess að það grátlega síðan og maður fyrir að læra þegar maður svona grautast í þessu kerfi að nördast aðeins í því að þú veist þessi almenni hælis umsóknir sem fólk sem kemur hérna og sækir að þá það bara í svo ótrúlega mörgum tilvikum þannig, ég nú ekki með þetta alveg hérna upp á mér en þú veist, afgreiðslu hlutfallið og segja, ég ætla að vera að varka og segja þessi 80% nei. Þú veist, það getur verið herra og aftur þá, þú veist, ef maður tækist að tölfræði með Úkraínumenn, þetta fengu þeir allir já en ég tek það bara aðeins til hliðar, við erum að horfa í það sem er ekki að koma svona beint af slíkum svæðum. Það þýðir með öðrum orðum, við erum að taka hérna móti 1000 manna sem við hérna berum ábyrgð á í kannski 12 til 18 mánuði með öllum þeim tilkostnaði sem því fylgir til að segja nei og segja 80% tilfella. Sennilega hlutfalli herra. Og þetta þú veist, það eitthvað svo grátlegt við, þú veist, wasteið í þessu. Því að, og það sem ég vilja segja í þessu sko, ég held að þegar framlíða stundir þá verði hæliskerfið hugsað upp á nýtt. Og þetta umræða sem víð í, þú veist, Evrópu. Því að, þú veist, Evrópulöndin að díla við, í sjálfu sér, öll sömu vandamál og við fengum svolítið svona mjög, skullu mjög sterkt á okkur. Setna en allir aðrir samt. Jú, alveg rétt. Þegar við fengum já, og það eru við, jú, það er alveg rétt og það eru, þú veist, búið að fara í gegnum marga svona, stefnubreitingar þar, það er alveg rétt. En það sem ég ætla að kannski segja bara í stóru myndinni, þá má fara að velta fyrir sér, sko, bara, þú veist, hæliskerfið sem konsept, sko. Þetta, það sé fyrstulega verið að gera fólki að mæta hingað til lands. Þú veist, ferðalagið að koma sér frá stríðshrjáðu landi, einhvers staðar, allarleið til Íslands. Þú veist, þetta ekki eitthvað sem þú tekur bara á kreditkortið, sko. Nei. Þú veist, það á bakvið þetta eru skipulögð samtök, bakvið þetta mikill kostnaður sem að þessu veðsælingsfólki gjarnan gert að standa skil á. Það á ekki endilega 10.000 evrur sjálfskiliði, það ekki með það á sparnaðarreikningnum. Það er sótt með öðrum leiðum. Þú veist, til þess að hvað við berum ábyrgð á þeim í þennan tíma og segjum nei í nánast öllum tilfellum. Veist, það er eitthvað við þetta sem er rosalega skrítið og hvernig þetta kerfi hefur þróast og maður veltir í fyrir sér sko, veist, að því að ég held nú Ísland sé almennt skilur hjálpsöm þjóð, vill láta gott að sér leiða þegar fólk á erfiðleikum. Þú veist, ekki, og ég held að þú veist, þegar maður horfir á einhverja framtíða músík í þessu, þá hljótum við að horfi að þú veist, þetta kerfi verði, þú veist, hvort það verði aflagt eða hvort það verði allavega minkað gríðarlega og við séum miklu frekar geta sagt, þú veist, ef það er einhverja hörmungar í gangi, þá viljum við kannski geta sagt, flott, við mætum og við tökum fólk heim og það kemist örugglega hingað til lands, við höfum kannski eitthvað samsetningun á þeim að segja, við myndum kannski vilja fórgangsraða eldri borgurum, konum, börnum, meðan að, þú veist, demografían í almenna hæliskerfinu er þú veist, 18-30 ára kallmenn eru lang stærsti hópurinn sem kemur. Það er rosalega margt svona, já, þetta var svona út og suður þetta svar, ég veit það, og kannski ekkit alveg eitthvað flokkapólitíkinni, en þú veist, mér finnst þetta svona búið að vera fróðlegt, en kannski svo í botni þetta á aðeins bara jartengi við stöðuna núna, þá held ég að stjórnmálaflokkarnir í kosningunum síðast í nóvember 24 fengu þessi skilaboð ansi skýrt. Og heila allir flokkatöluð fyrir þessu. Já, það voru 2 flokkar sem töluðu ekki fyrir þessu, sem var Vafki og Píratar, þeir ætluðu að hafa áfram bara mjög rúm landamæri og þeir hurfu af vettvangi og en þú veist, skiptir máli hvernig þetta er gert og svona, ég hef verið bara mjög jákvæður á þeim mál sem Þorbjörg Sigríður hefur komið með, minnst þú mætti jafnvel ganga lengri í þessu. Það er svona ennþá greinilega, þú veist, samfylkingin er að fá svona áhugaverða pólitísk vandræði út af þessu sko. Það sem að svona gamli vinstri armurinn steig fram og undirskriftasöfnum fyrir þessum og svona út af þessari brottfararmiðstöð sem er líka bara, þú veist, aftur það er voðalega auðvelt að vera í svona einhverjum heimi þar sem að þetta er allt einhvern veginn rómantist og með rósröðum bjarma sko, en raunveruleikin er bara sá að, þú veist, ástæðan fyrir við þurfum brottfararstöð er svo að þegar fólk er búið að vera hér og fara í gegnum kerfið og fá nei á 2 stjórnsýslustigum. 2 stjórnsýslustigum. Fá alla þessa aðstóð að þá er fólk bara að láta sig hverfa hér. Það er raunverulegt vandamál. Það er raunverulegt vandamál og sem sagt í frumvarpinu með brottfararstjóðunum var tekið saman sko 180 manns á 2 árum rúmlega og þar af sumir sem betur fer ekki oft en sumir með börn með.
og þú veist, úrræðið í dag er að gera hvað? Jú, við setjum þetta fólk í gæsluvarðhald sem er bara hérna inn í fangelsi og börnin einhvern veginn bara græjum það eitthvað, svona íslenski stílinn eitthvað. Þú veist, við erum að minnst að setja upp miklu hérna skýrari ramma utan allt saman, það verður þá þetta mónitora fjölskyldu séu saman og allt þetta og börnin séu ekki einhvern veginn einhver afgangsstærð sko. Augljóst mál fannst mér að styðja, mjög öðvöld að styðja. Svolítið vakti athygli að vinur okkar Miðflokknum töldu sig ekki fært að styðja. Nei, hversu ekki með þessu máli? Hversu ekki með, var ekki nógu langt gengið. Þannig að þú veist, auðvitað er umræðan búin að vera líka svolítið skautan á milli í þessum málaflokki sko, en maður sér líka á nýjustu tölum, þú veist, við erum líka bara samanber hagræðingar svörin frá ríkisstjórninni, þá er þetta bara að lagast. Og hérna tölunar eru að lækka núna, byrt fyrir fyrstu 5 mánuði ásins eru eitthvað 550 umsóknir. Þannig að við erum svona kannski að stefni í, þú veist, með áfram til 1000-1200 umsóknir sem eru orðið miklu viðráðanlegra ástand, en aftur þetta er talsverður pakki, sko. Samt bara mikið. Já. Sko, ef ég má aðeins nýta aftan á þetta, að ég er nú búin að skrifa þennan málaflokk lengi, mörg ár. Heldur betur. Og það er bara ágætt að við höfum verið þarna nokkur og sérstaklega í mínum flokki, Sjálfstæðisflokknum, sem höfum rutt brautina fyrir aðra. Og ég man eftir því að ég hef nú gjarnan líka tekið þessi mál upp á þingi, bæði í formi munnlegra og skriflegra fyrirspurna og flutt mál og mætt harri andstöðu meðlans frá fólki sem að setja núna í ríkisstjórn, sem þetta er partur af stjórnarleginu. Þannig að við auðvitað erum ánað að geta tekið höndum saman og myndist einhver svona þverpólitísk sátt, en það gerðist ekki sjálfkrafa. Það voru aðrir sem að ruddu brautina, sem tók á sig skammir og leiðindi og það var búið að öskra á mann og hella sér yfir mann og ég hef þurft að blokka 100 manna á samfélagsmiðlum út af áreiti og gera það bara með glöðu geði bara þannig. Og þú áttir samt sko vini eftir þegar ESB-máli byrjaði sem eru svo er það snúið við sko, nú er ég blokkuð. Það er alveg verið velta það. Já, það er alveg verið velta, og ég tek alveg honum fyrir, hún staði sér vel, hún Þorberg Sigríður, auðvitað tók hún við góðu búi. Það var búið að undirbúa ýmis mál og leggja drauginn og síðan var auðvitað bara búið að berjast fyrir þessu, taka þennan slag og þessar umræðu, þetta margoft. En þið voru náttúrulega erfiður ríkisstjórnarsamstarfi varðandi hennar málum. Já, við vorum erfiður ríkisstjórnarsamstarfi, en við skulum ekki láta svo Viðreisn hafa ekki hagað sig eins og Píratar í þinginu yfir þessu sko, yfir öllum þessum útlendingamálum og verið í málþófi og þar fram til göttunum og Samfylkingin líka, en Þorberg Sigríður hefur staðið sig vel og hún á bara hróskili fyrir það. En ég held að fyrsta greinin sem að því að Árni talaði við þurfum að fara að skoða þetta kerfi, bara svona heildstætt, og við vitum að svo umræði þegar hafin meðal annars í vinaþjóðum okkar í Evrópu, að ég held að fyrsta greinin sem ég skrifaði hafi heitið fyrstu kemur, fyrstu fær. Þegar það er kjarnin á kerfinu sem við höldum úti núna, eins og Árni var lýsaði. Það er bara, það er yfir 100 miljón manns í heiminum að flótta, undan raunverulegu stríði, ofsóknum og ógn, undan hræðilegum aðstæðum. En við erum að halda út í kerfi þar sem að við erum einhvern veginn að bjóða upp á það að hingað geta komið hraustir kallmenn ákveðnum aldri, því að það er mestmegnis þannig er demografían á hælsleitendum, mestmegnis hraustir kallmenn ákveðnum aldri sem að komast allar leið til Íslands. Það eru engin beinflug frá stríðsam svæðum. Nei. Og við erum einhvern veginn að verja svona gríðarlega miklum fjármunum í að síðan vinsa úr þessum umsóknum og hafna þeim. Og þú varst að nefna hvað fyrir einhverju 15 milljarðar tölu sem eru auðvitað algjörlega fráleit og við vitum það, þetta eru einhverju örugglega 100 milljarðar á ári þegar verst lét. Og til samanburðar hef ég nú verið að nefna það að því ég er nú stundsmaður íslenska þróunarsamvinnu. Við erum rík þjóð og við erum kristin þjóð og við erum að láta gott okkur leiða þar sem við getum það. En við erum líka að fara vel með fé. Og ég hef verið að benda það að við höldum til dæmis úti sendiráði í þróunarsamvinnu í Malaví sem er eitt fátækasta og erfiðasta ríki heims að búa á. Og ég hef komið þangað. Það kostar rúman milljarð á ári að reka þar sendiráð og halda úti þjónustu og aðstoð við mörg 100.000 manns í Malaví. Bara svona til samanburðar sko. Þannig að við notum auðvitað ekki sömu krónu tvisvar. Og ef að við erum að verja svona miklum pening í túlkaþjónustu og stjórnsýslukostnað og fæð og klæði húsnæði fyrir hóp sem að fær síðan ekki endingu vera því hann uppfyllir ekki skilyrði. Hann uppfyllir ekki skilyrði sem að við höfum komið okkur saman heimsbyggðin það hvað það er að vera flótta.
þá verjum við þessum peninga og auðvitað ekki á sama tími að hjálpa bóstöldum þar sem þeir eru eða hvað sem við vildum annað gera við þessa fjármuni. Já, sko, eitt sem ég ætla bara að spyrja, sorry, þú veist, að því að þeir eru búin að tala hvað það tekur langa tíma þessa meðferðir og svo endar þetta í eins og segir Varkár 80% nei. Ég er búin að lesa marga fréttir þessi búið að flýta þessu ferli og annað, er þetta ekki dálítið skárra? Jó, það er búið að reyna það sko, en svo á móti eru stjórnvöld undir einhverjum skildum að rannsaka hvert mál vel og þú veist, afla gagna og það getur verið ýmislegt í því. Það er verið að, sko, það var kannski verið partur af einhverjum, þú veist, það sem það líka er að ræða í samhengi við málaflokk er svona einhver kúltúr sem var búin að myndast hérna ákveðnum árum. Það var mjög eldfimt pólitískt að ræða bara þessu umræða hér hefði einhvern veginn þótt mjög eldfim hérna. Bara fórsíðan að Þegar þú ert að byrja með þitt podcast. Já, hérna 1983 þá hefði þetta ekki gengið sko. Hérna, en þið veitir hvað við og þú veist, og þetta var orðið þannig sko að það var einhvern veginn allt mjög sérstætt í kringum þetta, þeir sem voru komin með neyið og hérna þá að vera að taka og átt að fara að brottvísa þá úr einhverju hópar sem tóku þetta fólk upp á sína arma og það bjó í felum og það var veistað eins og segir ráðherrum og alls konar svona, þú veist, það er til einhverjar málaða myndir af Áslaugu Örnu í nasistabúningu og Jón Gunnars líka og þú veist, það var rosa svona stemning í kringum þetta og rosa fyndið sko svona stemning í þjóðfélaginu litar stundum einhverja svona túlkun á lögum. Þetta er nú svona einhver hérna, til einhver stúdíu þetta. En það var alveg klálega þannig að útlendingalögin eru eins og þau eru, en þú getur þetta alltaf túlkað. Þú getur túlkað hverju sérstakar aðstæður eða hvernig aðili er ekki hérna í þeirri stöðu þessi skynsalegt að fara með hann heim eða ráðulegt eða honum fyrir bestu. Og þetta getur verið bara mjög mismunandi túlkun hérna frá einum tímapunkti til annars. Og það sem við vorum farin að gera er að setja okkur alls konar svona snörur eigin háls í þessu. Við sögðum hérna málsmeðferðin, ef hún lengist fram yfir, ég held að það veri 18 mánuðir, nei það var 12 mánuðir, já. Hún lengist fram yfir 12 mánuði, það er að segja þetta hjá Útlendingastofnun og kærunefnd, að þá hérna automatist hérna er málið bara klárað með hérna dvalarleyfi. Við vorum að setja okkur einhvern svakalegan rammi, þetta var til að flýta málsmeðferðinni og 12 mánuðir er mjög hröð málsmeðferð sko á 2 stjórnsýslustigum, en þetta var eitthvað svo típist fyrir stöðuna. Við vorum eitthvað fann að setja okkur í þá stöðu að ef við erum aðeins lengur þá einhvern veginn græðir hérna, eða þú veist, þá einhvern veginn hérna er málið dottið niður og það þarf að tryggja viðkomandi einhverja dvölina og þetta var svo skrítið og svo náttúrulega lærir fólk á hvað kerfið er næmt sko og það var alveg dæmi að fólk væri kannski að láta sig hverfa svona rétt fyrir 12 mánaða tíman og láta mál falla á tíma eða hrúin einhverjum beðnum í mál kannski rétt fyrir 12 mánaða frestin og með alls konar svona skringilegheitum til að gera okkur einhvern veginn lífið flóknara og svona og þetta er eitt af því sem að hún hérna Þorbjörg Sigríður talaði fyrir og breytti sem að var jákvætt og hún alltaf fengi bara mikinn stuðning frá okkur í þessu en hérna þetta er svona áhugavert líka af hvað einhver kúltúr og einhver svona stemning í þjóðfélaginu getur líka verið dálítið áhrifarík og ég held að það var alveg verið svona stærra, það var nú, gott að það var ekki að við erum búin að ræða mikið Kristrúnu Frosta, var hún ekki bara í einhverju svona hlaðvarpi, var hún ekki bara hjá hérna, Tóta í einni pælingu þegar hún alltaf í rökku uppur hún alltaf hérna, horfa til verkamannaflokksins í Danmörku og hérna Mette og svona það sem hún hefur verið að gera, hún væri svolítið þar. Logi Einarsson sem hafði verið formaður Samfylkingarna sagðist ég ekki geta sko fengið að sér að vera áfram hérna vinaflokkur verkamannaflokksins. Slík væri útlendingaandúðin. Þannig að podcastin er að gera það gott. Ég svo þetta spila hérna fjölmiðlar stór rullu í það að svona einhvern veginn að setja línur og einhvern veginn ekki alltaf bara fanga strauma, heldur einhvern veginn leggja strauma, leggja línur og við höfum þetta sé algjörlega gjörbreytta nálgun hjá fjölmiðlum. Það er ekkert verið að hundelta eitthvað fólk sem er verið að taka því einhverja sorglega myndir sem er verið að brottvísa hér á landi. Við erum ekki að drukna í slíkum fréttaflutningi og það eina sem hefur breyst er bara ríkisstjórnin sko. Hverjir sitja þar við borðið og hverjir gerir það ekki. Þannig að það má líka auðvitað spyrja sig hlutverki fjölmiðla í þessu samhengi. Já, Logi að gera gott mót og fjölmiðlar og hlaðvörp, þetta er þetta Logi? Já, Logi er þetta að gera. Til með að minnast að Loga. Já, hann losaði okkur þetta snúrum. Og talandum að kóngurinn maður. Binda snúrum með einn háls og skera okkur úr henni. Ég veit þetta að Logi og Dilljá eru vinnir, það má tala vel um það. Þakkum honum fyrir það
Sko, mér langaði að koma aðeins inn á eitt af því að, Dilja, þú talaði með Ísland sé á eftir hinnum norrænu löndunum þegar kemur að því að safna saman og birta mikilvægar upplýsingar innflytjendur og aðlögun þeirra. Sjáum að Norðurlöndin að birta ákveðna tölfræði með reglubundum hætti, sko, til hvers konar tölfræði þetta og af hverju þetta byggðum hana og af hverju birtum hana ekki? Já, það góð spurning. Ég hef nú spurt nokkra ráðherra að þessu og reynt að beina þessu allar aftur, reyna að fá einhvern til þess að taka þetta í fangið, sko, af því að þetta gæti auðvitað legið, þetta svona margir skurðpunktar og skurðfléttir á þessu máli og það misjant hvernig Norðurlöndin gerir þetta. Finnar gerir þetta til dæmis mjög vel, það sem þú getur bara skoðað og svo eru svona misjafnir vísar, þetta er svona mælabörð, þetta er svona tölfræði gagnagrunnar, það sem þú getur skoðað atvinnu þáttöku, þú getur skoða félagslega bætur, þú getur jafnvel verið að skoða tungumálakunnáttu og svo þetta afbrotahegðun og þú getur skoðað alla þessa þætti niður á þjóðurni, sérst eftir ríkisfangi. Við getum ekki gefið krökkunum okkar einhvernir akkur eftir að geta mælt þetta? Nei, bara, já, bara góða punktur, sko. En ég meina það, lögreglan var núna að birta, var að gefa út svona mælaborð. Okay. Það sem þú getur skoðað, ég veit ekki hvort þú tóku eftir, að þú getur skoðað svona einhverja afbrotatölfræði, meðal annars þessu grunaður og það er einhver svona flokkar, þú getur skoðað eftir brotaflokkum, en þú getur bara skoðað eftir, sko, það er útlendingar eða Íslendingar, skiljiði. Þú getur ekki skoða niður brotið eftir ríkisfangi. Ég fekk einhvern mann þá skýringu að þetta væri bara ekki tekið saman, sko, þetta væri ekki, þú þurftir ekki að merkja við þetta í skattframtalinu eða hvernig sem það væri, sko. En eilur þetta ekki bara á einhverjum rassisma eða eitthvað svona dæmi? Það er auðvitað það sem hefur verið... maður myndi halda það? Það hefur verið slengt frá mér, já, býttu nú við. Og rasmi er kannski ekki rétt orðið, veit eitthvað á því? Já, Norðurlöndin hafa komist þeirri niðurstu að það sé það ekki og ég segi bara fólk á rétt að meiri upplýsingum heldur en minni. Og þeir sem hafa þakkað mér eitthvað mest fyrir að vera að tala um þessi mál og vera að kalla eftir þessum upplýsingum og þessum niðurbroti, hver er allir það séu? Jú, það er okkar stærsti innflytjendahópur sem eru Pólverjar. Og af hverju vilja þeir að við birtum þessu upplýsingar? Af hverju skildi það vera? Jú, af því þeir koma alveg gríðarlega vel út í þessum samanburði. Jafnvel betur heldur en til dæmis innfætti Danir í sumum málaflokkum. Þeir að vera að skoða svona samanburð. Þeir aðlagast vel. Komur þetta betur út en Íslendingar, sko? Já, ég meina, ég er alveg til að veðja það, sko. Ég meina, þeir bara standa sig vel, þeir aðlagast vel, þeir leggja mikið til samfélagsins og svo framvegis. Og auðvitað vilja þeir, okkar stærsti innflytjendahópur, þeir vilja bara hafa þetta svart á hvítu. Þetta er góð punktur. Ef það eru síðan, eins og við sjáum, vísið á Norðurlöndunum, það eru ákveðnir innflytjendahópar sem aðlagast síður heldur en aðrir, leggja minna af mörkum heldur en aðrir, brjóta meira af sér heldur en aðrir, hverfa þau vandamál þá við að við berum ekki kennslu á þau. Og setja þau undir borðið, já. Nei, ég meina, þessi vandamál eru til staðar, alveg sama þótt við lokum augunum fyrir þeim. Þannig að ég segi bara við rétt að fá að vita þetta, ef það er einhver vandamál til staðar og áskorunir, þá getum við ekki brugðist við þeim nema við berum kennslu á þau. Þannig að svona er framkvæmdin á Norðurlöndunum og ég vil sjá okkur gera það sama. Ég næstir á þeirra sem að verða fyrir barna þessu verður auðvitað Þorbjörg Sigríður. Þú blessi hana. Ég meina ef einhver, ég held hún geti verið opin fyrir þessu. Ég meina meiri upplýsingar heldur en minni fyrir almenning. Ég ætla kannski, ég er átt með þetta en þó innan útlendingamálsins, sko, mér finnst líka skipta máli þegar við ræðum þessi mál að útlendingamál eru í raun og veru tveir hlutir. Þetta er annars vegar hælisleitendakerfið og hins vegar síðan vinnumarkaðurinn. Og fólk sem kemur hingað langflestir koma í vinnuleit en einhverjum öðrum tilgangi líka. Og mér finnst svolítið mikilvægt að halda þetta til haga líka að þú veist, þar eru við með fólk sem það er allt öðru sér uppbygging á því kerfi og það er miklu meira svona verðleika svona framvinda, þetta er ekki gott orð en þið skiljið vonandi hvað ég við, það er að segja að það er miklu meira svona innbyggt í kerfið að því betur sem þú stendur þig, þeim er lengur sem þú ert hérna á traustum leifum og þú þarft vist til að endurnýja þau og svo framvegis, þeim mun betri réttindi færðu og í raun og veru eins og kerfið er uppbyggt er að það er sjálf sér endað í nánast eins og ríkisborgari, sko. Og þetta er auðvitað eitthvað svona sem að manni finnst svolítið, sko, svona rétta hugsunin í þessu að fólk komi og einhvern veginn, þú veist, svona sýni það með sínum verkum að það sé standa sig vel og þetta eru bara, þú veist, endalaust dæmi þetta og megum heldur ekki alveg líta fram hjá, þú veist, það eru margar góðar og flottar sögur af útlendingum sem koma hérna, verið hérna mörg ár og er að reka flott fyrirtæki og flotta starfsemi hérna. Tíma var það náttúrulega þannig að þú fórst ekki á byggingar framkvæmdastað eða, ég segi leikskóla eða
elliheimili eða veitingastafur sem að það væri meira og minna, þú veist, útlendingar að manna þessi störf. Þannig að þú veist, þetta er auðvitað líka mikilvægt, en þannig sá grundvallar munur á að fólk kemur á afmörkuðu tímabundu leyfi og það eru svona tékkpunktar á því hvernig, þú veist, framvindan verður. Þannig að ef þú ert í afbrotum, ef þú ert mætir ekki í vinnuna og þú nennur þessu ekki. Ef þú ert að gera eitthvað konstantli eitthvað af þér, þá ertu mjög fljótur að missa þetta. En ef þú stendur þig vel, þá byggjur þig upp, sko. Þannig að þetta kerfi er líka svolítið mikilvægt að halda því til haga og að þú veist, þetta er auðvitað svona marga flottar sögur úr því, sko. 100%. Sem ég skipta máli. Já, klart mál. Og aftur bara til því að þú veist að tala það, sko, eins og pólverðinir sem að vilja betra gegnsæja því að auðvitað á að hampa þeim sem gera vel, en það er líka, þetta er sama og við gerum í skólum að það má ekki sína svart á hvítu hvernig þetta er allt saman, af því það er líka réttur þeirra sem að dragast aftur úr skóla að fá þá meiri námshjálp og meiri stuðning og annað slíkt, þannig að þú veist auðvitað á að hampa þeim sem gera vel en síðan bara hjálpa þeim sem að eru eftir á og sína kannski lakari niðurstöður. Algjörlega, og jáfnvel okkur foreldrum er haldið í myrkrunu varandi námsframvindu og annað, sko. Ég hafði nú ekki Þetta er sama pæling. Það er einhverju Facebook-vinnir búin að hverfa hana líka. Það eru raunverulega, ég sé ekki búin að því, sko. Sorry. Það er bara, það eru einhverjir skólastarfsmenn sem eru búin að blokka þig. Já, ég er blokkuð við það. Nei, ég er greiðlega ánægð að reynda með skólabandana minna. En ég hafði reynda bara ekki velti fyrir mér að bera þetta saman, sko, hvort þetta væri einhver tendens í okkur að vera eitthvað svona hlífa okkur við upplýsingum. Mér finnst það að vera tendens, sko. Þetta er góða punktur. Já, þetta er bara, ég hafði ekki velt svo fyrir mér, en ég berst að minnsta kosti fyrir meira upplýsingum enn minni. Já, sammála því. Já. Við ætlum að færa okkur í ESB. Ég ekki bara sleppa að tala það. En þetta letti nótunum. Já, ég þykist vita að þetta verði einhver umræðan, þannig að ég ætla að vinnum okkur á Bauhausin. Já. Þetta 365 skilafrestur. Það er enda rosa. Geri aðri betur. Er einhver að skila eftir 365 daga? Ástu mín, það er áramót. Nú skila þessu. Bauhaus maður svo skila Bauhaus Já, taka við vörunni svo lengi sem hún er í upprunalegum umbúðum. Hún sé í sölu hafi ástandi og með kvittun. Þetta er náttúrulega grafhúsfyrirtæki. Rétt, útkvæðafyrirtæki. Delia náttúrulega Queen of Grafhús. Já, og eitt af þessum ellendu fyrirtæki sem kom nú hérna til Íslands, þó við værum ekki í ESB, sem er hann er byrjað að hitta. Já, nei, ég segi bara svona. Ótrúlega það. Þetta var smurt. Já, þetta var mjög gott. Kíkið í Bauhaus helgina og í Verslunum Timberfjöld frá 10 til 6 og svo auðvitað Origo. Should I stay or should I go? Origo. Þjónustinn í framtíðina sem að hjálpa viðskiptavinum að ná fórskoti með stöðu samtali um það hvernig hægt er að vaksa hraðar, hæra, eitthvað sem við erum nú aðeins búin að snerta á í kvöld. Heldur betur. Sjálfvirkni væði að fá betri yfirsýn og virka starfsfólki. Já. Þetta hljómar allt svakalega vel, en þetta er ekki bara í orðið, þetta er líka á borðið þar. Já. Má ég bara sem gamall svona maður í hlaðvarpsheiminum, fyrir farið aðeins að mér verða hrós ykkur dýnamíkin hérna á milli þegar þú ert að svona fjallum fyrirtækin, er mjög góð. Þetta var alltaf smá veikleiki í hérna hisminu. Ég var í þinni stöðu, Leifur, sko, og var að byrja að segja frá fyrirtækjunum. Og minn maður Gretar, hann var oft bara einhvern veginn svona, nennti ekki að hlusta á mig. og það verður svo erfitt, sko, að þið gerir þetta vel bara, já, ok, það var flott og segð mér meira og eitthvað svona. En þetta var svo þungt þegar hann var bara stundum ekki halda þræði. Það var bara lengi. Já, er það? Já. Ég ætla að dæla út um einhverjum upplýsingum styrktaraðalina, sko. Ég ætla bara, þetta var bara ókipis rósirna. Ég var búin að gleyma þessu, voruð með styrktaraðala. Þið hefði fundið upp á þessu öll. Já, það var þetta, sko, þetta var nú svona barnsins tíma. Þetta var svona góður pappabjórsjóður á mánuði. Já, var nú ekki stærri tölur en það. Það er eitthvað aðeins annað í dag. Já. Tvo auðmenn hérna við hliðina okkur. En já, fyrst við erum að fara á einlægunúturnar með þetta, sko. Það er mjög auðvelt líka að kóðna niður með samstæðsarli í miðum þætti, sko. Þannig að Birki, ég þakka bara fyrir að hlusta á mig. Já, og ykkur líka, ekki síður gestinum. Og ég ætla þá að... Þú veist að tala um Origo, þeir eru frábærir. Já, en ég ætla Án árnið tröflaði. Nýjast enn frekar á gesturistinu og nefna Payday í þessu samhengi líka. Voru auðvitað að klára stóra uppfærslu sem að þeir eru alltaf að bæta við. Þeir eru auðvitað að senda reikninga á hann í US dollars. Payday græði það bara. Ég meina,
þú veist, hvaða fyrirtæki á Íslandi er bara með live chat, lofar því að svara innan örfára mínútna, það eru 5 að vinna þarna, ekki grín, sko, og þetta er ekki róbóti sem svaraðir, þetta er alltaf bara einhverja starfsmenn, kannski er þetta bara Bjössi stofnandi, kannski er þetta bara Búi sem er nýjasti starfsmann, þannig að Peter er með alltaf lás og þeir ætla að bjóða okkur upp á ESB umræðina hérna í kvöld en þessi fræga aðlögun hvað þýðir aðlögun í þessu samhengi tæknilega séð? Við byrjum bara einnig opinni. Já, hérna bara hvað þýðir það aðlega staðaröfusopatinu? Já, ég er eiginlega meira pæli sko það er alltaf búið að gaggrina orðalega spurninguna, það er búið að breyta henni það var lítið já, en ég meina aðlögun versus aðild ég ætla bara að spyrja opinni af því að þið verða 8 á sjálfstæðismenn er að það er alveg til Evrópusinnaði sjálfstæðismenn sko Evrópusambandssinnaðir Já. Ætlar að segja ekki gaslýsingur hérna, nei, en ég ætla að segja sko, þetta er góð punktur og ég, þú veist, mér finnst allavega að þess verið að nefna alltaf, þegar maður talar Evrópusambandi, við ekki að nálgast Evrópusambandi eins og einhvern andstæðing. Evrópusambandi hefur verið okkur góður bandamaður og hefur gert margt gott í sögunni, misgóður, það hefur ýmislegt komið upp á eins og gengur, en ég held að það sé alveg rétt og punktur að tala þannig það, en að þú spurður sko aðlögun versus aðild og hvað það þýðir allt saman, okkur ætlar að tala aðlögun. Og það er bara alltaf fróðlegt sko að Evrópusambandið sjálft er mjög skýrt með það hvað þarf til að gangi í Evrópusambandið. Og þetta er bara svona, þú getur klikkaði bara í gegnum heimasíðuna og komist inn á undirsíðuna þar sem að þetta kemur fram, hvað þarf til. Og þetta er í sjálfu sér frekar einfalt að endilega bara gangið í óskiptar gangi í sambandið, óskiptir aðild. Aðildin felst í því að þið takið yfir regluverk sambandsins. Lagalegt regluverk Evrópusambandsins. Þið verðum 80% með núna eða eitthvað svoleiðis. Nei, tökum það svo eftir. Við erum með... Það var bara smá innskotið en Emmett, gaman að fá leiður þetta hér. Nei, en við erum með sko, en kannski til að einfalda þetta líka, þá erum við með, þetta eru svona 30 málaflokkar sem að regluverkið næri yfir. Gegnum EES tökum við upp allt regluverki í ákveðnum málaflokkum, það er alveg rétt. En það eru þetta alls ekki öllum og það eru þarna fyrir utan eru risastóri málaflokkar segja sjávarútvegur, landbúnaður, orka og fleira sem að við tökum ekki upp regluverkið í að neinu leyti í dag. Og þegar að vera að tala um þessa aðlögun og hvað aðlögun gengur út á, mér finnst þetta skipta svolítið máli að því að mér svolítið talaðum í þessari umræðu sko, við ætlum bara að sjá samning. Kíkja í pakkan og mér finnst alltaf svona hughrifin eru svolítið, þú veist, það bara kemur eitthvað huggulegt PDF-skjal 3-4 síður, menn glögga að segja á sig yfir hvítinsglasinu í sumar, sko. Þú veist, þetta er ekki alveg svona, því aðlögunarferli gengur út á það að við til dæmis, að við erum að óska eftir því að ganga inn í Evrópusambandið. Þannig að við förum til Evrópusambandið og segjum hvað þurfum við, það verður fyrsta skref, við gerum áætlun um það hvaða lögum og reglum við þurfum að breyta hér á Íslandi til að gangi í ESB. Og aðlögunarferli gengur út á það er verið að mónitora þetta. Hvernig gengur í þessu málaflokki? Hvernig ætlaði að gera þetta? Við þurfum, svo maður sé nú sanngjarnt, það er ekki endilega verið að segja við þurfum að breyta lögunum og reglum strax, en full aðild mun ekkert gerast öðru sinna að það sé algjörlega klárt að við tökum þetta allt saman upp. Nema þá þetta við náum einhverjum undanþáum sem er síðan annað atriði sem er mikið svona, finnst mér svona flaggað dálítið hressilega í þessu að við hefum að fá einhverja heildar undan það frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Það er að vera þessi gaur, sko. Ég held að það sé aldrei að fara að gerast. Utanríkisráðherra Spánverja var að segja það bara í fréttum áðan. Já, hann var í klár. Nei, hann var bara... Ég þekki þetta ekki neitt, sko. Ég var að tala hann þekki það. Sko málið er það sem kom mér óvart var utanríkisráðherra Norðmanna og Norðmenn er nú ekki ESB. Mér varst hann bara full brattur og við vorum að fara, honum varst bara spennandi, við vorum að kíkja í pakkan. Stjórnmálaheildan í Noregi hefur lengi dreymt um að ganga í Evrópusambandið, sko. Já. Bara almenningur í Noregi veit betur og það er yfirgnæfandi meirihluti og andstaða við Evrópusambandsaðild í Noregi. En ef ég má aðeins bæta við það sem Árni er að segja hér og áður við förum í 13,4% sem við tekum upp af Evrópusambandsreglugerðum frekar heldur en 80%. Að ekki bara gengur þetta ferli út af þetta og þið hefur kannski ekki séð umsóknarbréfið, bréfið sem liggur til grundvallar ferlinu sem á að kjósa 29. ágúst. Þetta kemur fram í tillögu Þorgerðar Katrínar og þetta síðan farið yfir til löngumáli í áliti meirihluta utanríkismálanefndar
að við ætlum að byggja á ferlinu sem að var hafið síðast. Þar liggur til grundvallar bréf undirritað af Jóhann Sigurðardóttur sem að Íslandur hér með virðingafyllst sæki fyrir hönd lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Og þetta er bara einlína, bara hér með sæki aðild að Evrópusambandinu. Þannig að mér finnst alltaf plægjald að sjá sko þegar Sveinn Andri og Pavel og allir þessir vinnir setja það einhvern veginn fram að þetta snúist ekkert aðild sko, þetta snýst bara alls ekki aðild sko. Þetta snýst eitthvað allt annað. Þetta það sem líka til grundvallar. Ok, síðan Árni búin að lýsa því ágætlega og það geta allir flett þessu upp sjálfur af því að auðvitað standa Íslendingar fram fyrir þeim vandi að það fólk sem hafa kannski mikla mætur á úr öllum áttum að tala þess og kruss og ég hveta bara til að skoða þetta sjálfur og skoða frumheimildirnar og Árni bendur á að þú getur bara farið mjög auðvitað inn á heimasíðu Evrópusambandsins og klikkaði auðvitað gegnum þetta skoða hvað þýðir, hvernig sótt og hvað þýðir og hvað gerir svo og áttaði betur á sig sjálfur. Og ég treysti Íslendingum vel til þess, en ekki bara þetta þannig eins og Árni lýsir að þetta bara svona aðlögunarferli og það ákveðnum stigum og það bæði lög og reglur en það líka stjórnsýslan og stofnanirnar sem að þarf að undirbúa í aðlögunarferlinu. Heldur veita þeir, Evrópusambandið veitir alveg gríðarlega háa styrki til umsóknarríkja, til aðlögunar sem kallast aðlögunarstyrkir og við þáðum þannig styrki í síðasta aðlögunarferli, síðasta umsóknarferli. Hjá Jóhannustjórninni. Þá gerðum við og Össur Skarphéðinsson mælti fyrir máli að þegar við gerðum rammasamning notkun þessara styrkja. Hvernig áttu að nota þessa styrki frá Evrópusambandinu til þess að aðlaga Ísland að Evrópusambandinu. Og það hægt að finna ræðuna sem ég hef nú verið að dreifa þessu á Facebook til þeirra vinna minna sem hafa gert að blokka mig. En það geta allir lesið þetta og hann mælir fyrir þessu máli sem hann útskýrir það að við sem að fara að fá þessa peninga frá Evrópusambandinu til þess að aðlaga lög reglur, stofnanir og stjórnsýslu að Evrópusambandinu. Við fengum síðast, þá fengum við 8 milljarðar frá Evrópusambandinu til þess aðalast. Það eru ekki hærri styrkir heldur en það. Við bara fínt að fá hana peninga. Gaman skulle segja þetta. Þá er þetta ekki 1 milljarð, þetta 9 milljarðar. En smáletri er að þú notar það ekki í vegina. Þú notar það til þess aðalast að Evrópusambandinu. Og það kemur nú fram í að það voru nú gerða skýrslur og svona úttektir eftir að við vorum í aðildarviðræðum síðast. Það voru gerða skýrslur úttektir og þú veist meðalega sem að það þurfti að kaupa ákveðu tölvukerfi. En það þurfti að setja upp og það þurfti að prófa það. Þetta eru þannig að allt þetta tala um þetta er bara eitt lítið dæmi. Þegar við gengum auðvitað ekki mjög langt seinast að þegar við kláruðum bara kaflan, við opnuðum bara kaflana sem að eru ES nú þegar, þið veitir, sem við erum í tökum þátt í innri markanum og innlegum þar alltaf auðvitað fullum þunga og erum virkur þáttakarnir þar og það auðvitað skýrir þennan hluta sem við tökum upp að ESB regluverkinu. En mjög stór og veigamikill hluti er fyrir utan og hann er þar fyrir ástæðu. Við erum svo heppin, ég var nú að koma af ráðstefnu. Ég var að funda með evrópskum hægri þingmönnum núna á liðna helgi og það sem við vorum að ræða þetta og það kemur, og meðalans voru að ræða EES-samningin og það kemur auðvitað alltaf upp þessi kergja sko. Þið getið ekkert vera með hennar samning sko, þið fáðu allt fyrir ekkert sko, þið verðið að fara að borga, leggja ykkur á mörkum sko. Það er auðvitað það snýst þetta að hluta til. Þetta hefur þetta auðvitað alltaf verið ákveðin þyrnir í augum Evrópusambandsins að við höfum hennar frábæra díl og við fengum hennar auðvitað í krafti þess fjölda og þeirra ríkja sem við vorum í samflötu með á sínum tíma sem við erum auðvitað, það eru auðvitað kvartastur hópnum. Við fengjum hennar samning aldrei aftur í dag og hættan er auðvitað svo eins og þú bendir á að nú hugsar norska stjórnmála og embættismanna elitan sér gott til glóðarinnar að auðvitað grafa bara undan EES-samningnum og það er auðvitað það sem við leggjum að hluta til að veði í þessum leiðangri að við erum auðvitað að taka ákveðna áhættu með þennan samning sem Evrópusambandið er kannski ekki eitthvað sérstaklega hrifið af. Við erum auðvitað ekki að borga neitt allt og mikið fyrir hennar frábæra samning sem við höfum sko. Við ættum auðvitað að vera að borga meira. Það er það sem þeim finnst. Það voru bara Þjóðverjar sem sögðu það blákalt við með liðna helgi. Þannig að það er margt í þessu en það er óumdeilt að viðræðuferli við Evrópusambandið er aðlögunarferli. Ástæðan fyrir að því það er alltaf verið að spyrja hvað aðlöguðust við senast. Við opnuðum bara EES-kaflann senast sko. Við komumst ekki lengra. Vinstri stjórnin ESB sinnarnir sem voru við völd þá, þeir komust hreinlega ekki lengra. Þeir gátu ekki opna, þeir uppfylltu ekki skilyrðin, þeir voru ekki tilbúin til að aðlaga
íslenska landbúna og sjávarútveg að Evrópusambandinu, bara svo stærstu dæmi sem ég tek. Ég meina, Norðmenn hafa kosið 2 ára samning, þeir ljóta þá vera komnir í Evrópusambandið og rúmlega það. Bara, já, gaman skulle líka nefna þetta, því að þegar Norðmenn voru að kjósa Evrópusambandsaðild, fyrir meiri 30 árum síðan, það var auðvitað Evrópusambandið eins og er í dag ekki til. Aðlögunarferlið og aðildarviðræður eins og þær eru til dag voru ekki til. Ég meina bara breytingi sem hefur orðið á Evrópusambandinu og þessu ferli á þessum tíma eru auðvitað algjör, hún er algjör. Þannig að það er ekki þetta að bera þessi ferli saman, þú bara bera saman allt aðra tíma og allt annað ferli, allt annað samning, allt aðra kapla, allt ólíka samanjafna. En það sem er kannski líka svolítið til að minnast aðeins áta frá því þessu síðasta ferli sem og það vill svo til við einhvern veginn höfum þetta 2009 sækjum hætt endalega 2013 að það náttúrulega kom einhvern veginn í ljós hvað það er sérstakt að vera að sækja aðild sem að þú veist flestar þjóðir, það eru þjóðir að sækja aðild að Evrópusambandinu í dag, Georgía, Makedónía, Serbía, Svartfjallaland, ég man nú ekki að lista alveg upp á mér, þú veist, þar er mikil áhugi á aðild. Maður vitna aftur í það sem Kristrún sagði fyrir kosningar, þú veist, þá ertu kannski með meiröld og þjóðarna bak við þig, út með helstu svona playerana á vinnumarkaði og í atvinnulífinu og verkalýðshreyfinguna bak við þig. Satt í stólinn sem þú úti? Já, það var hér, akkurat hjá ykkur, já, nákvæmlega. Og en þú veist, þetta skiptir svolítið máli vegna þess að þetta er töluvert ferli og eins og við erum að nefna, þú ætti að byrja í öllu falli gera mjög ítarlega plön eða drafta það hvernig þú ætlar að breyta löggjöfinni hjá þér. Þú þarft að vera með dálítið svona sameiginlegt effort allra ríkisstjórnarinnar í að ýta áfram málinu. Skilur vegna þess að hver og einn einasti ráðherra að bera ábyrgð á einhverjum málaflokkum og hann þarf að gera svo vel að fara út til Brussel eða hans embættismenn og segja, herri, já, aðlöguna, eða þú veist, áætlunin er svona, við þurfum að breyta þessum og þessum lögum en við viljum kannski athuga með einhver undan þá hér. Það sem ég kannski að koma orðum að þetta krefst þess að það sé svolítið commitment frá hverjum einum ráðherra og það sem var svolítið merkilegt við þetta aðildarferli síðast er að þá var þetta pólitíska lausning kannski svolítið svo að VG sagði bara, við skulum fara í ríkisstjórn með ykkur samfylkingin og allt í lagi, við skulum bara stimpla hennan stjórnarsáttmála að þið með fara í þetta aðildarferli, svo ætlum við ekki að gera neitt. Nema þvælast fyrir. Já, svo kom bara mjög skýrt, ég meina Jón Bjarnason var sjávarútvegsráðherra og þetta var ekkit, þú veist, Össur hefur nú bara lýst þessu held ég með fjálglega á Facebook, hann bara lýsti því mjög fljótlega yfir þegar þetta átt að fara að byrja, hann átt að fara að senda einhverja menn út og byrja eitthvað að semja og græja og gera og semja einhver plön og svona, það bara við munum ekki gera neitt. Hann hafnaði að taka við peningunum? Hann hafnaði, já, og bara var þú veist, þannig að og þá kannski strax ef menn verið heiðarlega þá er strax ok, við erum ekki að fara að klára neitt í sjávarútvegsmálum. Nei. Hvað erum að fara að eða rosalega orku í hinna 29 kafla. En fattur þannig að punkturinn er þessi, þú þarft að vera með aldrei mikið svona sameiginlegt vilja bæði allavega sterka meirihluta og helstu þetta væri enn stærri meirihluti til að gera þetta eitthvað þannig að það sé eitthvað vit í þessu. Við erum að sjá núna Flokkur fólksins, við ræddum aðeins pólitíska stöðu hans. Það er alveg rétt eins og bendir, hann er nánast að þurrkast út að sveitarstjórnarstiginu og aftur sem að lýsi stemningun á þinginu, það var mjög augljóst þegar að vera að ræða þessi mál, þeir létu hvergi sjá sig í þingsalnum, einhverju komin í atkvæðaskýringar og voru reyndar á bara mjög gagnrýna á aðild, en allir svona, ok, ég skal segja já þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það voru mjög fróðlegt, ég meina hvernig ætla þau að spila þetta ef við fáum já? Ég meina ætla þeirra ráðherrar að fara berjast fyrir besta dílnum í Brussel. Ég meina ekki fara að svíkja þetta sem Sjálfstæðisflokkurinn gerði árið. Svíkja sem Sjálfstæðisflokkurinn? Þeir lofuðu að fara í þessa atkvæðagreiðslu, Sjálfstæðisflokkurinn. Já. Þannig ég er að segja að Flokkur fólks lítur að hlusta að vilja þjóðarinnar eða já, eða hvað? Á maður ekki að gera það? Já, það er það. Á maður ekki að treysta þjóðir? Ég verð bara að segja, mér finnst svo merkilegt að sé var alltaf að rifja upp hvað er þetta orðin gömul ummæli, hvað árið núna, er þetta ekki orðin þetta er orðin einhver 13 ára 2013, já. Þetta er orðin 13 ára gömul ummæli einhverja stakara í þingmanni Sjálfstæðisflokknum. Þetta er nú Bjarni Ben og Sigmundur Davíð, þetta er ekki einhverjir. En svo ætlar fólk ekki að halda forsætisráðherra af efnið einhver lofa sem hún gaf í alþingiskosningunum, bara fyrir nokkrum mánuðum, þar sem hún sagðist meðal annars ekki að setja Evrópumálinu á dagskrá og þegar í bráð
og þegar þú yrðu sett á dagskrán sem Árni bendir á, þá yrðu að vera fyrir því ákveðna forsendur. Enginn einhvern veginn að halda fyrir hversu lengi á maður þurfa að svara fyrir einhverjum ummæli, einhverjum kosningabaráttu 2013. En var ekki líka sko svolítið hugsunin þar að segja við förum ekki áfram nemi að undangenginni atkvæðagreiðslu. Já, þess fyrir utan sko. Þeir eru eldri við sko, en já, þetta er bara... en ég veit hvað þetta vísi og þetta er alveg fair punktur, en þú veist, kannski, ef þú setur hann í samhengi við það að sko, ég meina, þú getur að vera með, ef þú tækir þetta alla leið, þá getur þú með ríkisstjórn kannski 2-3 flokka sem er allir á móti Evrópusambandinu, en alltaf samt í einhverja þjóðaratkvæðagreiðslu málið. Fá þá kannski já og hvað, að fara einhvern veginn að íta áfram máli sem það er engan áhuga á. Þetta er svolítið verður skrítið, skilur. Og það er kannski punkturinn, það er held ég það sem að mér fannst svona svolítið þegar þessu var allt í einu hendi, eins og segja, svona hálfgerð eins og einhverju freyði töflu hérna í vasklas, þú veist, og allt í einu allir fannir að rífast þetta, þú veist, ef við reynum aðeins að sjá alla leið í markið, þú veist, hverjar eru líkurnar á að við séum að fara að klára þetta ferli með samning sem á einhvern séns á að vera samþyktur? En eitt sem að pælir í sko... Það eru hverfandi. Og hvað setjum við til hliðar á meðan? Því að við sjáum það sem að gerði síðast, meðal annars, að því ég var nú aðstofmaður í utanríkisráðuneytinu hjá Guðlaugi, að eitt sem að maður sá svo hérna vel, að hafi gerst í síðustu viðræðum með Evrópusambandið, er að hagsmunagæslan, sem er alveg gríðarlega mikilvægt, þetta er mikilvægast í viðskiptasamningurinn okkar, að hún hafi skaddast allverulega, hún hafi nánast lagst af og taka allan mannaflan sem hafi verið að gæta hagsmun okkar í ES og færa þau yfir ESB og síðan var það ekki fyrir Sjálfstæðisflokkurinn komin í utanríkisráðuneytið að þessi hagsmunagæsla var endurreist að fullu og síðan getum við bara veltið fyrir okkur hvað skaði hefur unnist sko hérna á meðan þegar við erum ekki ef við getum ekki okkur hagsmuna þá gerir það engin annar og í svona, maður þekki það, ég get nú alveg hvarta endalust yfir og mörgum ríkisstarfsmönnum sko, en við erum auðvitað við erum fá sko, við erum lítil þjóð og ráðherrarnir okkar er oft sko, hver ráðherra á oft 4 kollega sko á Norrlöndum til dæmis, að þeir gegnum svo mörgum höttum, þannig að við erum að hlaupa hratt og við erum að gera vel. Hvaða verkefnum ætlum við að fórna? Hvaða verkefnum ætlum við að setja til hliðar til að setja Evrópusambands aðild á oddinn? Því að það verður þannig. Við getum ekki gert allt. Nei, klárt. Sko, eitt sem ég velti bara fyrir mér að því að við erum því miður ekki að vera að leysa þetta þessu í sem podcasti. Vertu ekki viss? Nei, já, en þetta er Þorsteinn Pálsson hjá okkur daginn eftir Óla Ragnar í góðum þetta. Þeir tveir voru heldig góður. Þetta er í raun og veru það er náttúrulega ekki hægt að bera það saman. Nei, einn náttúrulega formaði sjátalagsfyrum. Minnst ekki alveg út með skipti þjóðin í raun og veru þrennt. Út með þriðjung hart nei, þriðjung hart já og svo þriðjungan á milli. Sko, ég veit að þið munu, ef það gengur allt vel, þá myndu líka að segja, er ekki tímabært að gera þetta. Ok, bara fer, en verður ekki bara að klippa á þessa snúru að því að annars verður að rífast þetta út í þetta óvandalega því að eins og þið talið þjóðin er ósamál þetta. Þú veist, einhvern tíma verðum við að tala þetta og taka þetta, eða hvað? Má ég aðeins, sko, ég verði að fá að svara þessu. Mér er svo gaman að heyra þetta. Þetta var líka sagt síðan, sko. Bara nú erum við bara að fara að leysa úr þessu máli í eitt skipti fyrir öll, sko. Og ESB-sinnar eru alltaf að reyna að segja þetta. Og ég ætla að segja ykkur það, því þið erum nú búin að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna í Noregi. Þetta var líka sagt þar. Nú ætlum við að gera út þetta mál sem að einhvern veginn vofir yfir þjóðinni. Og hvað haldið vel margir dagar þangað til ESB-sinnar byrja að tala aftur um ESB-aðild eftir að normenn felldu. Og ég get sagt ykkur það að ég spurði nú Sigmar Guðmundsson því í þingsala þegar hann var að halda nákvæmlega þessu fram í andsvöru við mig. Það var hann haldaði fram sko að við yrðum að leiða þjóðum væri einhvern veginn búin að vera vakin og sofin yfir þessu aftur, enginn verið að tala um þetta og veist, það var ekki einu svona málefni fyrir síðustu alþingiskosningar, bara Viðreisn sem hefur einhvern veginn verið með þráhyggju fyrir þessu árum saman. En ok, hann heldur þessu fram í þingsal. Við bara eigum að leyfa þjóðin að gera út þetta mál. Og þá spurði ég hann beint út, ok Sigmar, segð þú mér þá, ef að svara verður nei, ætlar þú að hætta að tala um þetta skipti fyrir öll? Það hlýtur að vera. Og hvað haldið að svara hafa verið? Og ég hvet hlustendur til að fara að fletta því upp á alþingisvefnum. Jú, það eru auðvitað margt í mörgu og hagsmunir Íslands eru síbreytilegir. Og ég ætla bara að segja við þá sem eru óákveðnir, en hafa ágjörð því eins og Ólafur Ragnar listi hér, að þetta sé mjög vondur tími af svo mörgum ástæðum til þess að vera eitthvað að rugga einhverjum báti og taka einhverjar drastiskar ákvarðanir í utanríkismálum. Ég ætla bara að segja ykkur
að Evrópusambandssinnarnir, þeir eru hverginari hættir, þeir munu ekki gefast upp og þeir munu bara jafna sig á sunnudeginum og svo munu þeir bara mæta mánudeginum. galvaskir, það kemur einhver frétt Trump eða eitthvað sko sem dettur í hug og það verður bara jæja, það bara gamla góða Evrópusambandi. Ég tilbúin til að setja háa fjárhæð á þetta sko. En svo þetta alltaf, eins og til ég að segja, sko, hver er þungin í málunu? Hver er aðdragandi? Mér fannst þetta nefnilega, mér finnst áhugavert að segja sko að það sé svona knýjandi þörf á að klára þetta. Mér fannst þetta nefnilega ekki vera neitt sem var sérstaklega á radarnum. En eru ósamlega greiningunni með þriðjung? Er þetta ekki sirka svona með alla kannanir? Ég meina, það gefur auðvitað að þá er þetta að klífa þjóðina. Já, þú segja þá sko nei og já við að sjá samning eða... Já, þú veist ég held að séu bara já sem er 33 eiginlega saman hvernig samningurinn og nei þið vilja ekki sem sjá hana samning og svo eru 33 sem eru já kannski Við höfum séð hana samning sko, hann er bara það eru 27 ríki búin að gera þannig að við erum búin að sjá hann sinni 27 En kannski punkturinn er þessi, mér fannst þetta ekki vera einhvern veginn alveg aðkallandi mál, ég tek undir með Dilja, mér fannst þetta ekki stórt mál í síðustu kosningum og Kristrún kannski bara akkurat hitti þessum stól, drap þetta að vissuleyti og var að staðsetja sig pólitískt þannig að hún ætlaði ekki að vera ykkur ESB-sinni og alls ekki. Þannig að þú veist, í raun og veru erum við með flokk sem var viðreið, sem var 15-16% flokku síðast, sem hefur vissulega keyrt þetta mál, aðrir ekki. Nei. Þannig að þú veist, það er alveg vísbending í því. En svo er þetta líka bara alltaf spurningi finnst mér sko, hvernig höfum við komið, þú veist, okkar málum fyrir, ef maður veltir í fyrir sér. Og ég meina, við erum smáþjóð, en við erum með þessa uppsetningu að við höfum hennan ótrúlega góða fríverslunarsamning við Evrópu, EES-samningin, sem er alveg einstakur, það er alveg rétt, við höfum aðganga innri markanum og eigum þetta mikil viðskipti þangað. Varnarmálum, þá erum við með varnarsamningin við Bandaríkin, við erum með aðild að NATO, og mér stundum eins og þjóðin eigi svona erfitt með að sætta sig við það, kannski er þetta bara dálítið góð staða. Það er ekki endilega þannig að þetta sé alveg hrikalegt og við verðum einhvern veginn að rjúka til og ég held við eigum að vera með svolítið svona stundum kaldan haus í þessu líka sko og jú, þú veist, það er þetta margt í mörgu og fólk er eflust pínlítið ringlað á allir þessari teppalagningu og samfélagsmiðlum þú veist, svona mikinn afslátt á matvælaverði og svona lága vexti og svona eitthvað. Já, við erum ekki búin að koma inn á það. Nei, við erum ekki búin að koma inn á það. En þú veist, maður er alltaf velta fyrir sér, ég meina á móti kemur höfum við mælikvaran hér. Og ég meina, þú veist, ef þú horfir í hvernig þetta hefur gengið hérna á Íslandi, þú veist, lífskjör eru með því allra besta. Við erum með þess að efst í lífskjara vísitölunni. Best í heimi. og erum í toppsætunum í öllum þessum mælikurum. Ég veit að það kannski er ekkit sem að eitthvað smyr ristaðabrauðið þetta móðana, sko, en þú veist, en þetta skiptir samt máli. Við stundum verða að velta aðeins fyrir okkur. Þú veist, við erum í þessari sterku, góðu stöðu. Það er ekkert sem segir að EES-samningunni sé uppnámi, það er ekkert sem segir að varnarsamningunni sé uppnámi og í öllu sínu skvampi og látum, þú veist, þá er Trump aldrei minnst á Ísland eða sett Ísland neitt sérstaklega á radarinn, þó hann mismælti sig hans í Davos og fór að tala um Ísland, þið munum kannski eftir því. Jú. En að öðru leyti þú veist, við erum ekki, finnst mér í einhverju þannig stöð að við verðum að hlaupa til. Fröken Reykjavík, komdu og njóttu þar. Þeir taka þetta vel á móti ykkur og já, við erum að fara þangað annað kvöld. Já, við erum að fara að hitta góðan vinn og taka Viktoruna með okkur og ætlum að gera okkur glæðan dag. Já, heldur betur. Ég get ekki beðið eftir að fara í flanksteikina. Já, ég fór að rippaði síðast. Flankið. Mögulega svissvið á morgun. Flankarinn er í ruglinu. Sko. Þetta er, sko, ef við erum að tala um flank, þá erum við bara að tala um Prime Neymar Junior út á kanti, sko. Og líka franskatarna og meðlætið og allt er heilítið. Já, líka bara besti eftirréttur sem ég smakka á ævin, held ég. Já, ég er mjög spenntur. Að melta og ég komið það niðurstu. Kvikmyndaskólinn, nú fyrir hver að verða síðastur þar. Já, það komið að gæðast þetta. Já, 30. júní er deadline og við vonumstu þetta til þess að sjá á aftur á næsta ári og vonandi er mikið af góð fólki búið að sækjum. Þetta er virkilega spennandi nám og þarna er búið 3 námsbrautir, kvikmyndagerð, kvikmyndatækni og kvikmyndaleikur og það er hannað fyrir þá sem vilja vinna skapandi störf og byggja upp raunverulega reynslu frá fyrsta degi. Og þarna er áhersla á fagleg vinnubrögð, samvinnu og þróun eigin stíls í umhverju sem að endurspeglar atvinnulíf. Það er bara þannig, hvetjum allir að sækja. En Árni, þá langar mig að spyrja þig, sko, svo ég skipi mér nú í lið með þér Birkir einu sinni sem skjólsaði einhver skrattans hérna. Sko,
með Danmörku einmitt og Grænland og Trump og að því þú talar að við séum með varnarsamning við Bandaríkin og síðan aðalar NATO sem að enn og eiginlega í henglum samt eftir framkomi Bandaríkjana. Alls ekki, Ok, en allavega Bandaríkin samt töluðu samt þannig, bara forseti Bandaríkina sagði, heyrðu, Grænland, við ætlum bara að taka það yfir bara nokkuð neginn þannig og Mette Merit fer þarna og tekur rally í ESB og þjóðurnar fylgjast einhvern veginn á bakvið Danmörku og úrverður að Trump eins og svo oftaður með gífurinn sem að kannski slær fram til að byrja með þarf að bakka gjöru svo nýtti þetta, þú ert ekki að býta í tunguna þér. Ég myndi bara taka greiðan úr sambandi Trump þarf auðvitað ekki að bakka ef að Trump hefði viljað taka Grænland, ef Trump hefði viljað taka Ísland og Danmörku með, þá hefði hann auðvitað bara gert það sko og Evrópusambandið hefði auðvitað ekki getað röndu reist. Af varnargetu NATO þá er 20% í Evrópusambandinu og eins og framkvæmdastjóri NATO hefur sjálfur bent á, þá getur Evrópusambandið ekki einu svona varð sér sjálft. Hvað þá þessi að bjóða öðrum eitthvað skjóli í varnarlegu tilliti. Og þetta er ágætis greining sem að Árni leggur hér upp með og mér er svolítið vont þegar við erum byrjuð að því að það er auðvitað ákveðin óstöðuleiki að því við erum með óstöðan forseta Bandaríkjanna sem er okkar helsti bandamaður. Bandaríkin eru það, Bandaríkin ekki Trump. Bandaríkin eru það. Og við erum með tímabundi með stjórnmálamann sem hefur ekkert verið neitt sérstaklega áræðanlegur að það er auðvitað ótrúlegt að séu stjórnmálamenn sem vilja taka sig alvarlega, sem leggja það til ef við tökum einhverja drastiskar ákvarðanir og þegar kemur utanríkismálum byggt á einhverjum einum karakter. Það er auðvitað algjörlega fráleitt. Og það sem að maður hefur auðvitað áhyggjur af er að því að ég hef nú verið að reyna að fylgjast grannt með störfum og verkum utanríkisráðherra og það er alveg algjörlega augljóst hvar hugur hennar og áherslur hafa staðið frá því hún tók við sem embætti utanríkisráðherra. Og við sáum það nú bara á málaskráni og samskiptaskráni sem við köllum eftir og krestum út í utanríkismálanefnd að hún var bara, hún var ekki búin að óska fjölskyldunni gleðileg jól þegar maður byrjaði að hringja út í Brussel og hún var búin að fara þangað 8 sinnum fór 8 sinnum til Brussel, einu sinni til Bandaríkjanna og á þeim fundi til að heimsækja okkar nánustu bandaþjóð ekki bara í varnarlegu tilliti heldur í fjölmörgu öðru tilliti að þá færi nú ekki eins og fundi sko, hún færi fundi með undirmanna og þetta er auðvitað algjörlega óheyrt og svo reynir hún einhvern veginn að svara fyrir það og beri bætiflokka fyrir þetta að þetta sé nú bara, svona hafði nú alltaf verið með ráðherra Íslands. Býttu nú við. Sko ég var aðstofamör utanríkisráðherra þegar við tókum á móti 2 utanríkisráðherrum og varaforseta. Þú býttu frá hvaða, úr hvað ríkisstjórn? Jú, reyndar frá báðum ríkisstjórnum, en það er með tali frá Trump, sko. Þannig að þetta er auðvitað bara að vinna og þetta veit allir sem hafa unnið í utanríkisþjónustunni og komið þarna að hvað þetta er óbúslega mikið vinna sérstaklega fyrir smáþjóð. Einhvern veginn að trana sig fram og minna á sig og halda sínum hagsmunum á lofti, en það hafa allir okkar áþara gert, sko, og margir hver er alveg gert það mjög vel, sko. En Þorgerður hefur verið með annan fótinn og hugan í Brussel og það er bara mjög miður að því að maður hefur ágjör að því að við svona aðstæður þá skapast auðvitað líka tækifæri og tækifærin eru ekkert bara í Evrópusambandinu þar sem við hefum auðvitað samt gríðarlega sterkan samning að verja og erum auðvitað partur á þessari evrópsku fjölskyldu í gegnum EES-samningin heldur auðvitað í fleiri áttir og við erum auðvitað með fríverslunarsamningu við Kína við erum auðvitað líka tökum þátt í EFTA í fríverslunarnetinu þar og við erum með yfir 40 við erum með yfir 40 fríverslunarsamninga í gegnum EFTA og svo erum við með tvíhliða fríverslunarsamninga við höfum verið að sækja það mjög hart að fá fríverslunarsamninga við Bandaríkin það eru auðvitað ekki mikið stemmingu fyrir því núna en þegar Trump var síðast forseti þá komum við samt á efnaðarsamráði árlegu efnaðarsamráði við Bandaríkin og svo framvegis þannig að við eigum auðvitað ekki loka okkur inni í einhverju tollabandalag því það er það sem Evrópusambandið er tollabandalag þannig að við eigum auðvitað ekki verið að loka okkur þar inni við þessar aðstæður. Nei, en það er eitt sem hún nefnir þarna upphafið sko, með það að Trump sé auðvitað óstöður leiðtogi en hann er einhvað síður óstöður karakter, já. En hann vinnur samt í skýru umboði í breyttri heimsmynd hann er auðvitað valdur að þessu stríði þarna sem er að
En þú veist, Bandaríkin að tryggja sér ákveðna auðlindir og líka taka mjög skýra afstöðu gagnvart til dæmis Evrópu í tollamálum. Já, ég ætla ekki að fara að rífast það við þig, hver ber ábyrgð á stríði í heiminum, en ég ætla ekki að nefna Bandaríkin. Það eru ekki þau sem koma fyrst í huga hjá mér, sko. Við erum auðvitað að glíma við öxuveldi sem hafa verið að styðja meðalans við stríði í Úkraínu. Það er algjörlega óumdeilt. Já, ég stoppaði það fyrir því. Ég ætla aðeins að taka upp punktinn eins og þú varst aðeins að nefna þessa aðferðu alla með Grænland. Já. Og hvað gerist og ég meina auðvitað skilum að það, þú veist, ég held að hvorki ég neitt Diljá neitt sé ykkur aðdáandi þess hvernig Trump hefur komið fram eða hvernig hann talar. En maður verður samt einhvern veginn maður verður samt líka, maður má heldur ekki gera of mikið úr því í raun og veru. Því að þú veist, hans stíll og maður sá þetta svolítið í þessu Grænlandsmáli að því ég meina Bandaríkin voru á Grænlandi. Það er fullt af herstöðum á Grænlandi sem Bandaríkin byggði og þeir hafa nú frekar dregið úr, það var nú partur á stefnunni lengi og það auðvitað lá alveg fyrir að ef þeir til dæmis vildu auka sína viðveru þar, það var bara guðvelkomið. Þannig að bara flott komið og mannið þessar herstöðar var bara flott. Eða þú veist, það hefði verið til dæmis lítið mála að leysa það. Hans stíll einhvern veginn alltaf bara þessi og það svolítið það sem við setjum upp með. Hans stíll alltaf sá að hann lætur ekki embættismenn að semja. Hann kemur og kallinn og lætur hluti flakka og segist að gera besta samning allra tíma og þeir séu allir skítræddir við hann og eitthvað. Svolítið fáránlegt þetta sé Bandaríkjaforseti árið 2026, það er staðan. En við verðum líka að passa okkur að þetta er síðan mjög fljótt að fara. Athyglinni er fljótt að fara annað. Hann bakkaði með fljótt í þessu máli, lýsti við þessu leifi sigri, með umdælulega fullyrðing. Hann var farin einhvern annað mjög fljótlega aftur. Framundan í honum er núna, ég meina það eru stóra kosningar í nóvember í Bandaríkjunum og mig grunar nú að athyglin og bara pólitíska landslæði muni kalla hann miklu meira heim heldur en hann hefur verið. Og það er nátt sagt sko að þetta er akkurat kannski ár 5 og 6 í forsetatíð eru nú það sem hefur kannski mesta frjálsræðið og mesta frjálsa spilið sko eins og hjá Trump. Hann næri þessari kosningu og með hann sterka meirihluta, þannig að hann hefur svolítið geta hlaupið eins og hann sýnist sko. Þannig ég er ekki, ég tek undir með Diljá og minnst ótrúlega sko þetta fannst mann þetta ekkert smart og maður vil ekki hljóma sem að sé að verja mannin sko, en við þurfum líka að passa okkur að þú veist, gera ekki of mikið úr þessu og það er engin ástæða til að hlaupa til og það er alveg rétt maður bara velta fyrir sér, ef eitthvað kemur upp á bara þrátt fyrir allt þú veist, þó það sé kannski viðkunnanlegra fólk í Evrópusambandinu, einhverju þjóðarleiðtogar Macron er kannski, þú myndir frekar vilja setjast niður með honum í matarboð þú myndir þetta alltaf hringi í Bandaríkin þú veist, það er bandamaðurinn sem viktar í einhverju þegar það er eitthvað að vera að velta fyrir sér eða það væri einhver vondur kall út í heim að velta fyrir sér eða að taka Ísland hann myndi byrja að velta fyrir sér býtu ef við gerðum eitthvað af okkur hvað gerir Bandaríkin er þeim sama eða nei þú veist, það er einhverju samningar og þetta er þú veist þetta er kannski aðstæðanlegt að tala um þetta svona en þetta er pínlítið þannig við verðum að vera með kaldan haus þegar við hugsa þetta við höfum ekki láta einhver furðulegheit sem vissulega eru skrítin við höfum ekki láta það einhvern veginn alveg afvegalega okkur í þessu Nei, það er sama skapi samt að því að mér finnst menn oft kasta barninu bara út með baðvötn og segja bara þú veist, Trump er ekkit Bandaríkin en hann er samt að starfa í umboði færu þetta umboð þó að hann sé snar bilaður kallið. Já, en við erum bara að gæta hagsmuna Íslands. Við erum að gæta hagsmuna Íslands. Og þeir voru ekkert sérstaklega geðþekkir forsvarsmenn Evrópusambandsins þeir voru að leggja okkur ólöglega verndartolla núna á dögunum sem að það sem er skeyttu ekkert Tjóðlega er gott að við setjum borðið þá þetta akkurat, segðu það voru nú ríki þar sem að reynda að stiðja okkur af veikumætti en þau eru alltaf bara stærstu og voldugustu ríkin sem að fara sínu fram það sjáum við þetta trekk verndartollana, ákvörðun varandi Írland og sjávarútveginn nýlega kvótana þar en við erum að geta hagsmuni Íslands og því að það er nú bæði búið að halda því fram að, og við erum búin að fara yfir þennan ástöðu líka en líka varandi það hvernig NATO stendur og ég þekki það nú bara ágætlega ég var reyndar að nýkomið frá Bandaríkjunum ég var þar í boði bandarískra stjórnvalda og var í sérstöku norðurslóðaprógrami ferðaðist þar leiðtogaprógrami fór heimsótti 4 ríki herstöðar og hitti bæði stjórnmálamenn, embættismenn og fræðimenn og það ber öllum saman það, alveg saman hvað maður kemur og ég heyri þetta líka frá okkar þingmannum sem sita í þingmannefnd NATO að NATO samstarfið
hefur aldrei staðið styrkari fótum. Það verður aldrei verið jafn miklu púriða, við erum auðvitað nýbúin að fá gríðarlega sterkan liðsauka frá Svíþjóð og Finnlandi og það er rosalega mikill fókus og áhugi í NATO, það er auðvitað verið að tala um svona skiptingu byrða og við höfum auðvitað séð frá þessum gassagangi í Trump sem að auðvitað okkur mislíkar þegar að einhver sem að fer fyrir svona stóri og voldur þjóð og nánum bandamanni tala með óbörgum hætti eða með einhverjum fantaskap. Við erum auðvitað ekki sáttu það. En hver hafa viðbröðum verið? Hver hafa langtíma aflengarnir verið? Loksins vaknaði Evrópusambandið upp á værusöfni. Það þetta bara verið að dóla sér og í tepóðum meðlans með Putin og verið að styrkja viðskiptatengsli með hann og eða peningum bara í bara alls konar gæluverkefni og græn prógram í Evrópu á meðan að Bandaríkjamenn voru söfnuð skuldum við að verja meðlans álfuna og sama má segja varandi Grænland. Eitt jákvætt sem kemur þó út úr þessu máli sem var auðvitað gekk algjörlega fram á okkur og það var algjörlega þverpólitísk samstæða með Grænlandi í þessum efnum. En svo eins og Árni fór yfir áðana þá lyktaði því máli bara ágætlega farsælega. Það var bara leitt í jörð og fóru bara fram samtöl sem að leiti þá máli í jörð. En fyrir Grænlendinga, þetta lyfti Grænlendingum alveg svakalega gagnvart Danmörku. Ég meina Danmörk hafa ekkert alltaf sinnt Grænlandi, neitt sérstaklega vel eða búið fyrir þeim nægilega virðingu. Þið þekkið þessi dæmi, maður getur talað upp auðvitað mýmörg og nýlega dæmi það, hvernig þeir hafa gengið framgagvart Grænlandi með algjörlega ömulegum hætti. Þannig að það auðvitað búið að gefa þeim ákveðna vikt og lyfta þeim upp og segja það bæði orða borðið að þeir hafi ákveðna sjálfstjórn. Þannig að það hefur nú ekki bara hræðilega hlutur komið út úr þessum gassagangi í Trump. Nei, ég veit að við erum góðan tíma við erum ekkert að ræða evruna og brennandi hús og allt það 25% afslátt á Serrano Já, og öllu Við erum með svo margar samtæðar Það byrjar á Serrano Það verður á öllu, en það byrjar á Serrano Það er náttúrulega allt í ból og brandi í Evrópu og öllu sem er í ESB, við vitum það Það er nú óstöður leiðtogar þar líka Já, ég veit, en ég er að tala við tölum aðeins bara gjaldmiðlinn Evra töfralaust? Nei, hún er það ekki. Það er eitt sem við þurfum að hafa bakveira að við ætlum að fá evru. Bara segjum að það væri bara burt síðan frá þessari ESB aldrei. Ef við ætlum að fá evruna, þá til þess að bara yfir höfu koma til greina í það, þá þyrftum við fyrst að klára Maastricht-skilin sem er leiðilegt hugtak en segir í mjög stuttum máli að verðbólga í því ríki sem ætlar að koma inn í evruna þarf að vera mestalega 1,5% herri en verðbólga í þeim 3 Evróplöndum sem hafa verið með lægsta verðbólgu. Með öðrum orðum, og það sama með vextinum að þeir þurfa að vera 2%. Með öðrum orðum, við verðum alltaf að ná niður verðbólgunni. Við verðum að ná niður vöxtunum. Og það er auðvitað ákveðið svona samhengi milli þess að þegar þessar stærðir eru lágar og það smitast auðvitað með fljótt út í þau kjör sem íslenskum almenningi stendur til boða, húsnæðislánum og fjármögnun og svona, að þá auðvitað umpólast svolítið strax þessi Evrópuumræða. Það hefur alveg sýnt sig. Hún er yfirleitt síður á dagskrá þegar þessi mál, þegar verðlagið er stöðura. Þannig að við mögum ekki gleyma því að þetta er ekkert sem að við fáum en tú tre. Það er síðan alveg, þú myndir kannski vilja segja sem svona stækur ESB-sinni eins og þú ert greinlega, að við varum að fara inn í þetta einhverju svona meira long game og svona myndum vilja komast inn í stýrivasta svona stefnuna í Evrópska seðlabankanum til lengri tíma. Og það er alveg rétt, það auðvitað en ég bið menn samt aðeins að horfa í landslagið í þessu svolítið sangjart. Það var alveg rétt að verið lágir vextir í Evrópu mjög lengi og þú getur tekið tímabil frá 2012 til held ég 10 ár þaðan í frá til 2022 Evrópski seðlabanki sem var með vextina 0 og þeir voru aldrei yfir 1%. Já. Og maður veldir eins fyrir sér þó þetta hljómi náttúrulega ekkert eðlilega frestandi þegar maður opnar blessaðan greiðsluseðil mánaðamótin. En maður velta fyrir sér í hvaða hver er hinn efnahagslegi raunveruleiki á bak við það að þú vexti 0% svona lengi. 0% vextir eða 0,5% vextir, það er Seðlabankinn að grátbiðja fólk að byrja að taka við sér. Þú veist, það er verið að segja, það er svo lítið að gerast hérna, þú veist, við ætlum að hafa fjármagnið nánast frýtt. Þannig að þú veist, nennið að koma og nennið að þú veist, taka pallin í gegn og nennið að stofna fyrirtæki og
nennið að fara til tenni og nennið að gera einhverja vitleysu, við verðum að fara að koma okkur í gang. En 10 ár er staðan þessi sama og hinn, hliðin á þessum peningi háar atvinnuleysistölur sem er því miður mjög þekkt vandamál í þessum löndum og þetta er ekki alveg ótengt því að það hvað það lítil virkni, fáir að stíga fram í einhverju stemningu að stofna fyrirtæki og gera eitthvað nýtt og tíður það eru færri störf að verða til. Það er til alveg svakalega tölur eins og frá Spáni og Portúgal frá því eftir efnahagskreppuna 2010, 11, 12 var atvinnuleysi í þessum löndum 25% og hjá ungu fólki kannski 50%. Yfir 50%. Já, menn þetta er bara eitthvað lama þjóðfélag Þetta hefur þetta eitthvað skána en ég meina, menn að tala þetta er skán, þetta er betra núna þá er þetta í 10-12. Minnst þetta er svona eitt af því sem við gerum okkur ekki alveg grein fyrir hvað skiptir miklu máli að atvinnuleysis bara konseptið hefur ekki verið til umræðu á íslensku stjórnmálavettfangi sem við höfum ekki haft það er há atvinnuþátttaka og það er mikið að gera en ég get sagt frá því þjóðverjar hafa glímt við þetta mjög lengi, þetta er að vísu aðeins betri stað núna en ég bjó út í Þýskalandi fyrir allt og mörgum árum og Var það ekki alveg ræðilegt? Nei, það var alltaf mjög gaman í Þýskalandi en ég elska þetta alltaf eitthvað, ekki bara þræðilegt á Spáni hvernig er rósavinni slá puttana byrki Nei, ég átti mjög gott ár í Þýskalandi svo það sé sagt en þá var þetta þá var sem þetta að kjósa þá vorið, þannig að maður svona sem einhver hafði áhuga á sig og var að fylgjast með og það var bara eitt mál á dagskrá það var bara hvernig ætlaði þinn flokkur að leysa atvinnuleysisvandamál hvað ætlaði að gera, hvernig ætlaði að breyta reglum hvaða störf ætlaði að búa til þetta var bara það sem komst að og eina sem flokkarnir lögðu áherslu á og þetta er svolítið þetta er gríðalega dýrt hvert prósent í atvinnuleysistíð til einhverjar mælingar, þetta eru margir milljarðar og þannig ég held við megum, auðvitað skilum maður að lágt vaxtastigi hljómar opáslega vel, sérstaklega á vaxta þreyttri þjóð. Ég held við verðum samt alltaf bara til að fólk sé að átta sig á hvað við erum að tala að við værum að framselja valdið þarna út, ég meina við tökum aðhaldið eða höggið það út annar staðar. Við tökum það ekki í genginu sem við höfum gert það og því fylgja allt aðra áskorunum við erum vön og þetta þarf að ræða af einhverju yfirvegun en sama síðan með því við nefndum nú aðeins 25% af serranónu og pítsunum og frosnum pítsunum og öllu þessu að þá er það líka svolítið merkilegt að umræðan sé bara strax komið þangað menn bara séu konum með þessar væntingar á borðið og líka það mun einhvern veginn verið í samningnum svo þú fáir það er bara 25% sem rann og bara býðum og sjáum samningin þetta var frábær þinsla hjá Árni og við munum nota Allar að þá að bæta mér á Facebook ég mun afriðstrykta þig og við munum nota þetta klippur fyrir Sjálfstæðisflokkinn en það er eitt sem að má bæta við þetta sem að mér dettur í og það er auðvitað áhrif lágra vaxta á auðvitað eignaverð og við gleymum því stundum það er hundalógík eins og er ekki þá að hækka hagvöxt mér langar samt að benda að því að við köllum eftir ýmsum upplýsingum með alveg bara með ofbeldi í utanríkismálanefnd því að það var svo harður rammi og mátti helst ekki kalla þetta neina gesti og svo framvegis eða sérst ekki viðbóta gesti eða viðbóta spurningar og en við fengum það þó fram að við fengum sem sagt upplýsingar meðal húsnæðiskostnað að bera ekki bara saman að því við vitum það við rekum væntanlega öll okkar í húsnæði búum að minnsta kosti að geima fóreldrum okkar að afborgunarvöxtum er ekki eini húsnæðiskostnaðar og þú ert að skoða heildar húsnæðiskostnað og bera hann saman á milli Íslands og síðan Evrópusambandslandana að þá eru við einhvers staðar í miðjunni Er ekkert að vera með svo ódýran orkukostnað? Það kemur þar inn í. En það er líka, við sáum að það var ágætist að yfirstæði tímabila sem við sáum þetta, sem var COVID. Þar sem að eignaverð hækkaði mjög skart og við getum alveg leikið okkur með útreikningu á því þó að vextinni lækki og ef eignaverð hækkar þá lækka ekkert lániðin og einhverju hluta vegna og svo er það aðrar staðreyndir sem við höfum kallað eftir og fengið fram að einhverju hluta vegna að þá gengur íslenskum ungmennum Íslendingar eru yngri að komast inn á eigna sitt eigið húsnæði, komast fyrr inn á húsnæðismarka heldur til dæmis samanburðarsvæðinu í ESB. Af hverju það?
ef það svona frábært ástand, ef að grasið svona grænt í Evrópusambandinu, af hverju gengur þá ungu fólki ekki betur að koma undir sig eigi húsnæði? Já. Ég meina, þetta allt, eins og Árni segir, þetta allt, ég meina, auðvitað eru kostur og gallar, það auðvitað segir sér sjálft. Ég hef ekki heyrt mikið kostið enn í kvöld, ég verði ekki það. Ég hef ekki heyrt eitt kost. Býtu nú við Ég var að tala vel bjórin hann í Þýskaland. Nei, þú glemdi því. Það besta við Evrópusambandssamstarfið eru auðvitað EES-samningur, það innri markaðurinn. Og við erum aðilar innri markanum og það fyrir óbærslega töðunar á þjóðverum að við skulum ekki borga herra verð fyrir það. En það bara stíllinn sem við gerðum og hann bara stendur og hann hefur bara staðið ágætlega traustum fótum og gerir það vonandi áfram. Það er auðvitað allsendur óvíst ef við förum í þennan ESB-leiðungur eins og þessi innslög frá Norðmönnum segja okkur auðvitað að það auðvitað eru þeir að fylgjast með líka áhrifum á EES-samningin. Það auðvitað segir sér sjálft. Já, klart. Þannig að það eru auðvitað stóri kosti Evrópusambandið, við bara höfum hann nú þegar og við höfum að láta restina eiga sig. Til að slúta, kannski bara eitt, sko, ef við tökum þá bara... Þetta er loka spurningin, Birgir. Já, ég veit það, sorry. Fyrirgeðalegur. Eftir á að hyggja, auðvitað vera vitur eftir og alltaf, fara í svo tvöföldu atkvæðagreiðslu, af því að við vissum alltaf þetta, við nú talum að þetta mál var ekki mikið á dagskrá fyrir kosningar og annað, hefðu átt að gera þetta einhvern veginn öðru í sig, af því að við vissum að þetta væri alltaf að fara að koma upp á kjörtíðanbílinu. Hefðu frekar að hafa bara eina atkvæðagreiðslu, eigum við að fara inn í ESB, nei að já, hvað þið vilja, af því að við vorum alltaf að fara að tala um þetta. Eru þið ekki að vera sangjarnari að fara í tvær atkvæðagreiðslu? Þorgerði finnst það, hún hefur sagt að þetta sé mikil málameilun hennar hálfu. Hún getur ekki ákveðið sér hvort þetta sé bara algjörlega basic mál og hún vil láta rósa sér mjög mikið fyrir það hún sé svo mikið lýðræðissinni og hún treysti þjóðinni og hún er svo góðum tengslu við þjóðina en svo þetta segir hún síðan í hinlendan þá er hún að segja það að þetta sé mikið málamilun hennar hálfu En þetta er áhugavert af því að ef maður skoðar hans kannarinnar þá hefur náttúrulega það hefur verið mælt afstæða til aðildar Íslands að Evrópusambandinu, maður spyr bara aðildina sjálfa og það hefur verið svona nokkuð skýrt að neyið þar er stærra. Já. Það er vissulega einhver ókveðin hópur, ég kemur grein fyrir því en ef þú tekur þessa hópa, neyið er fjölmennara en þá veltir maður fyrir sig núna á einhvern veginn að sjóða þetta niður í ef ekki að tjekka, ef ekki að sjá samninginn og allt þetta og maður veltir hans fyrir sig svona væntinga einhvern veginn stuðlinum í þessu því að það var líka svolítið fróðlegt í þinginu þegar það var að fara að ræða þetta það rökk nú upp úr Kristrúnu talandum ummæli, við erum alltaf að vitni í eitthvað sem hún sagði var það ekki í utanríkismálanefndinni þegar hún þegar það fara að ræða þetta framhaldi og þróun málsins að þá náttúrulega segir hún svo náttúrulega alveg einn möguleiki líka að samningurinn verði ekki það góður að hann fari í þjóðaratkvæði. Já. Sem mér fannst líka svolítið svona og þú veist að því að þetta verið svona eins og þú segir kannski sett upp svona skýrt tvöföld atkvæðagreiðsla bara eigum að fara í þetta og svo endanlega í samningurinn. En það er svolítið áhugavert að sé komið svona einhvern veginn þriðja leiðin sem er kannski svolítið niðurstaðan síðast að það var engin samningur og En var hún kannski bara að taka daða á þetta þarna og bara, vera heiðarleg og hún segir bara... þú veist, þetta er auðvitað í einhverjum skilningi augljóslega einhver valkostur að þau getur bara á einhverjum tímabúti sagt þegar við ætlum ekki að ganga lengri í þessu. En þá ætlum maður fyrir sér hvað þýðir jáið í ágúst, þýðir það að þér ber að skila þjóðinni í samning. Og þá aftur vakna upp þessar spurningar þá þyrftum við ekki að vera alltaf saman í bátnum í að reyna að ná einhvern veginn besta samningur sem völ er á. En þú ert með, ég meina, það eru 3 flokkar í ríkisstjórn. Ég ætla nú að leyfa mér að segja að Viðreisn er augljóslega svona spenntur fyrir málinu áfram með þetta. Flokkur fólksins augljóslega ekki. Ég ætla nú að leyfa mér að ganga svo langt að segja svona hálf samfylkingin allavega er ekkert sérstaklega spennt fyrir þessu. Vildi kannski frekar láta reyna á einhverja jafnaðarmennsku Já, þannig að þú veist, maður velti fyrir sér svona pólitíska svona hvað maður að segja, svona skriðþungi í málsins í að sækja hennar samning af því að hann og það er svolítið mikilvægt að hafa í huga, þetta er ekki 2-3 helgar þar sem Kristrún og Þorgerður fljú út og spjalla, svo kemur samning og svo fara lögmennirnar að skiptast á samning. Þú veist, ég meina, þetta er margra missera, ef ekki ára ferli sem að þú veist, gengur út á það að við erum að reyna að kríga gegn einhverju undanþágur en ég meina verður Inga Sæland í þessum bát. Þú veist, verður Eyjólfur í þessum bát. Verður Ragnar Þór í þessum bát. Þú veist, þetta er fólk sem hefur verið mjög ansnúið þessu máli. Nei, ég meina, það er meðal biðtími eftir evru 12 ár. Er fólk til að biðja 12 ár eftir
þessum 25% afsláttur Serrano, endist okkur æfinn til að fá þennan Ef afsláttur við lendum Serrano. Serrano eins og þá Ég er að reyna, þetta lítur að vera einhver spóns eftir það. Já, Diljá. Það var lítið strókar sko. Já. Herri, en af því að þú varst að leita eftir ykkur í ákvæðu, ég ætla samt að segja eitt sko, af því að þú veist, þetta snýst alltaf eitthvað hagsmunamatt. Það snýst ekki að Evrópusambandið sé eitthvað hræðilega. Evrópusambandið bara margir hlutir, þú veist, það bara einhver staða sem við þurfum að taka afstöðu til. Ég myndi segja, ég meina, nú eru aðildarþjóðir að koma þarna inn, aftur ég kann ekki listan alveg utan að ég nefndi einhverja áðan, Georgía, Makedónía, Serbíu, Svartfjallaland, Moldóva, Þessi helstu ríki. Þessi helstu ríki. En ég meina, þar er kannski sýnin allt önnur. Það er þetta að fara inn í það að ef ríkið verður samþykkt sem aðila að Evrópusambandinu, fyrsta lagi mun Evrópusambandið koma með alveg gríðarlega mikið að styrkjum. Ég held að talan sem hefur komið til Austurblokkarna nú þegar frá 2004 þegar hún komið inn eitthvað yfir 500 milljarðar evra, bara í alls konar uppbyggingastyrki, bara byggja upp brýr og vegi og innviði og svo framvegis, bara það er risastór innspýting. Þú ert að komast kannski inn á markaði sem að þína vörur hafa ekki átt séns á. Þú ert að komast inn í bara kannski gildismat sem að er aðeins öðru sem þú ert vanur. Og talan ekki náttúrulega þessar þjóðir eiga marga hverjar ansi þunga nágranna þarna hinum megin við, skilur. Þannig að þú veist, ég ætla að segja bara svona svo að við höfum þetta á jákvæða nótunum, Birkir minn. Fyrir Moldóvana. Já, nei, þú veist, ég bara að segja sýnin þar væri allt önnur. Við eigum að vera, nei, serbneska Diljá væri í grjótur, sko. Nei, ég meina, mér finnst bara gott að Árni sé skynsamur og sanngjarn og jákvæður, en það er einhver að vera leiðilegur í þessu. Já, það er einhver að taka á alla blokkarinnar á Facebook og svona. Nei, ég meina, það sagði á þessari margumræddu ráðstefnu sem ég var á helgina sem fundi, að þá var það meðal þess sem að var rætt í tengslu við þessa þjóðaratkvæðislokkar að vera svo frábært fyrir ESB að vera loksins núna vera að ræða stækkun ekki til einhverja landa sem þyrftu sjálfa og hennar uppbyggingu og fjárhagsaðstoð halda, heldur væri bara hvað ríkt land í Norður Evrópu, bara hvað spá í ESB og þetta væri bara rosalega gott fyrir einhvern veginn andan í ESB Mér fannst þetta svo merkilegt að heyra þetta ekki það ég hef ekki vitað þetta en í öllu þessu talum þennan samning að því að þú veist að við erum að tala um kost og galla og svona og hverjir það eru sem eru aðlega kallaðu þetta og hverjir eru því við erum komnum allar kostina við erum búin að landa þeim að svo bara viljum við ekki fá innflytjandastefnuna þeirra og stöðnunina og yfir á yfir auðlundunum okkar en að þeir sem eru harðákveðnir og vilja ekki sjá samning að þeir eru oft svo stilt hann upp það er bara fólk sem að veit sem að við höldum í dag 100% sjálf á okkar málum, það er svoleiðis við komum fram fyrir Íslands hönd til dæmis þegar við erum að samverðar þjóðir bara svo eitt dæmi sem nefnt og samningu við Evrópusambandið snýst það ingangu þar snýst það að færa þau völd yfir til Brussel, að bara mjög miklu leyti löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdavald og síðan erum við þá just að færa til eitthvað svona, kannski þú veist, við viljum að færa 100% yfir á því sameiginlegar reglur yfir auðlundunum okkar ákvörðunum það verður hjá Brussel gætum við mögulega fengið að halda síðan eftir 10%. Við erum með 100% núna erum við megum við halda eftir 10%. Það er þessar samningaverar, þessar margum töluðu samningaverar. Er einhvern veginn að fara að kroppa út einhverja prósentur eða einhverja pingulitla parta, einhverja bitlinga sem að við getum mögulega áframhaldi sjálf í en í dag höldum við 100% á þeim sjálf. Og þess vegna er svona stór hluti þegar búin að ákveða sig. Já. Í sambandi, eitt sem ég langar að nefna að því við tölum Serbana, mér veist einmitt ef við tölum tilhneigingu og menningu Íslands í sambandi við gagnsæi menntamálum og jafnvel líka í útlendingastefnu er að Serbanir þeir eru til dæmis hreinskiptnir og beinskeyttir að mér finnst við kannski vera svolítið bera þess merkjum að vera ung þjóð með inni menningu og finna okkur ekki alveg fara alltaf í öfgana samanber, þú veist málfrelsi og tjóningafrelsi og annað og saman með þetta, þú veist, þetta má alveg vera gegnsæra mér langar líka að segja Birkir, ég ætla að beðast afsökunar á að tala til þín í búa þetta er þinn þáttur það var ekkert maður ávist helmingin í þessu en það er andi í stúdíónu kvöld ég er ánægður með það að viðreisnarmaðurinn í þér sé að breytast það út ég vil ekki breytast í einhvern Bergmannshelli það er ekki bara ánægður ég ætla að afsaka þér fram á 29. ágúst að það smúst búin að vinna þér inn í það við höfum nú verið væntir um það að vera
fara silki hönskum gestina en Ég er bara að tala ef að sjálfstæðarflokkurinn vill ekki annan klopning þá verður það að knúsa líka Evrópusinnuna. Við fáum þetta fólk allt heim eftir 2009 Það verður slegst að Klokkum til Já, þá var þetta líka bara útrætt en herriði, við erum að detta í riddarspurningarnar Já, heldur betur, ég er búin að tala nú maður. Já, nei, aldrei nú, þetta er búin að vera virkilega gaman Giggur auðvitað með okkur Já, heldur betur. Þú ert að halda veislu fagna ástinni í brúðkaupi og vanta barþjón einhvern sem að kann að hrista þetta lifandi dinnumúsík, DJ, þeita skífum nefnduðu bara. Það er Giggo. Það er bara Giggo. Þeir eru með allt líka, þeir eru líka bara með alla eða vanta pípara eða smið sem þú þarft að býða í 18 mánuði eftir það gengur ekki að taka sér verk á Giggo mæta sér bara eftir 2 vikur og smyrja á efniskostnaði líka það er bara bitnar á stjórnugjöfinni það er þá bara ESB það er bara nákvæmlega hannig tókst þér að lauma þessu þetta er bara sami tíma á smið og evru Elko var að vikunar Kodak Pix Pro myndavélin til að fanga minningarnar nánar á elko.is við erum auðvitað með stóra bróður út í Evrópu heldur betur Elkem og Sessor algengar áskonarnir viðskiptavenna gögn án yfir sínar upplýsingar nýtast á illa, berast seint og ákvarðanir byggjast á röngum forsetum þetta er auðvitað sem að Sessor kemur í vekk fyrir bara þóldar henni ekki það er bara nákvæmlega þannig en við ætlum að færa okkur yfir í riddarspurningarnar og það er í bland við almennar og eru jafnframt síðasti liðurinn við erum að slaga í 3 tímana og mér líður eins og ég sé farin að lýsa íþróttaleikjana spurning til Árna frá Sigurði Sævari góðun okkar manni já og það er sannlega okkar maður hvernig hefur ferðalagið frá því að vera hóvær en farsæll lögmaður og fyrirvændi hlaðastjórnandi verið yfir það verða óvæntinn viltasti alþingismaður þjóðarinnar það var náttúrulega kannski útskýra samhengi hér ég kaupi trölda listaverkum að Sigurði þannig að við erum félagar þannig að þetta er fallegt það hefur verið bara mjög smúð en þetta var það er tvist Nei, þetta kom brátt að, það var kannski það sem ég ætla að segja og þetta er nú aldrei einhvern veginn eitt merkilega það, maður fær bara allt í einu símtal það var bara eitt sunnudagskvöld, þá bara var átt samband bara og Þórdís hringdi og sagði mér að hún væri að fara í önnur störf og hvenær ég geti byrjað og það var bara jafnvel hvort ég geti komið bara þessuna daginn eftir og við að vísu ákvaðan að gefa svo nokkra daga meðan að það gengi yfir en þetta var smá óvæntur bolti en þú veist, bara skemmtilegt, bara heiður að fara inn á þing, það er ekki spurning, sko. Já, hann skýtur hérna inn í framhjálöpi, ertu með einhverja aðferði til að jartengja það og þessari hraðskriðu framabröð? Það er þá helst að maður kannski taki sér stundum svona tíma á kvöldin og stilla upp stól fyrir framan eitthvað hans verkum og jartengja það það er bara svona stund það er svona bara stund kannski með listamanni sem að maður svona það er eitthvað svo leiðis Daði á næstu spurningu og hún er til þín til já viltu útskýra pælinguna með að plokka pepperoni af pítsusnið? Já, ég er sko náttúrulega hryllilega matvönd og mömmu minni finnst alveg ótrúlega leiðilegt því að ræða þetta svona opinskátt henni finnst þetta bara einhvern veginn vera einhver áfellisdómur yfir hennar uppeldisaðferðir svo ég ætla að taka það fram að við erum 4 systkinin og ég er ein svona skrítin en ég sérst ég svona mér finnst áferða mörgu ógeðsleg mér finnst áferða pepperoni ógeðsleg en mér finnst bragðið rosa gott og ef þú baka pítsu bara með til dæmis papriku eða pepperoni einhver sem er ógeðslegt að tyggja það kemur samt geggja bragði Þetta er magna, þetta er mjög skemmtilegt og færri kaloríur Þetta er win-win Þetta er þingdarstjóri þingsins og þar með landsins Lengjan spyr hvetur ykkur auðvitað til þess að tippa og stiða við íslenskt íþróttalið en spyr hverju vinna HM? Sko, ég er á einhverju svona, ég held að sé alveg smá bratt, sko, ég er á einhverjum Englandsvagni. Já, skemmtilegt. Kemur heim fótboltinn? Kemur heim, ég bara, þó ekki var nefnt til að fá eitthvað svona remake á það lag. Já, geðveikt lag. Fá alla stjórnuna til að gera eitthvað flott, en ég veit ekki, það er einhver andi yfir þeim, þetta er örugglega ekkert gríðarlega svona kalkuleruð pæling, sko, en ég er á Englandsvagninum núna. Já, og þú heldur með þeim, greinilega? Já, ég held með þeim, já. Þú veist, það er ekkert eitthvað, það er svona aðsnælt að halda eitthvað svona ókslega religiously með einhver landsliða því að þau spila svo sjaldan, en það er einhver bara gamla taugin, maður einhvern veginn horfða á þess að kalla því, þú veist, spila, þeir náttúrulega spila við allir annar staða núna. Líklega hjálparaðir er ekki ESB.
Hættu, nú sé ég stoppa því. Nei, Það er útskýri valið, sko. já, útskýri valið, þeir náttúrulega Já. þorðu að stíga út úr þessu Og brennandi húsi Birkir. En ég held að sé alltaf tala snemma mótum Englendinga, ég held að sé þannig. Já, ég veit að þetta er náttúrulega alveg klassískt, þetta er alltaf einhver væntingavísitala sem Já. algjörlega springur í andlitið af þeim, sko. En ég ætla bara að njóta með og vera á Englandsvagninum. Ánægður með það. Hlakkar alltaf í mann ef við gengur illa. Kannski er ég bara vond manneskja, sko. Ég veit ekki. Já, en þú veist, það er Englendingum? náttúrulega hvergi, þú veist, slúðurpressan er hvergi Einmitt. vond, skilur, Já. þú veist, ef þú klikkar víti í vítaspyrnukefni, þetta er bara rifjað upp, bara, eða allir lélegan leik eða eitthvað, það er alveg bara, þeir nuttaður upp úr þessu árum saman, sko. Þeir eru agalegir. Já. Diljá. Já, ég fylgist ekki með íþróttum nema nauðbeð með íþróttum barnanna minna. Þannig að ég hef ekki eins og geta, já sko, en ég tengi við þetta því ég er búin að horfa á heimildamyndina Netflix Beckham og ég sá það rosalega illa að fara með hann eftir að hann klúraði einhverju Mjög Já, en ég er svona manneski sem bara, þú veist, ég bara ringi eitthvað og það er svona, þú veist, að trubla, ég er hór leik og ég veit ekki eins og hvað íþrótt það er þannig að þú veist, þetta er en ég var náttúrulega úti þannig með kollegum mínum frá Evrópu og það var, ég var að vitna óbúslega miklu sorgar augnabliki þegar Svíar töpuðu einhverju leik það var bara svona, hópurinn tók allir saman þátt í því sko taka utan Svíar Ég verða að skjóta inn að því að hérna, við eigum vini í þingflokki Sjálfstæðisflokksins sem heitir Sigurður Hilmarsson og hann hefur svarað þessari spurningu bara með hvað liði heldur í enska með því að segja ég á ekki lið í enska og ég var að gefa hann þau pólitísku ráð þetta væri ekki boðlegt svar Nei, sammála því Ég áliði enska, Já, ég er púlari þú ert púlari þannig að þú veist, ég Það er bara að kljúa þjóðina, það er ekkert En ég nefnilega sagði við Sigur sko, þetta er ekki boðlegt, nú ert þú stjórnmálamaður nú verður að geta, þú veist, tekið allavega 3-4 minna spjallum fótbolta veldu þér bara eitthvað svona svolítið cute lið klókt Þú veist, ekki fara í Liverpool United, hérna Arsenal og þú veist, fá heitar umræður 3 tíma hérna yfirferðum hlutina þannig að veldu þér bara, ég er svolítið spenntur ég bent honum á, þú veist, Brighton Queen's Park Rangers þú veist, eitthvað svona curiosity sem engin veit neitt Þetta er pælari Já, þetta er eitt svona out of left field skemmtilegt Þannig að ég er að Ekki hefur að gefa mér þetta ráð Púlari Til þess að þetta háan Nei Mjög gott, látum okkur sjá þessi frá Sigurður Braga sem er nú harður í hotna að taka almennt hvenær var það síðast sem Sjálfstæðisflokkurinn ákvað að taka hagsmuni almennings fram yfir útgerðarinnar ekki var það í veiðigjaldamálinu og ekki er það í ESB-umræðinni getið þið nefnt eitt dæmi þar sem þið hlýðið ekki útgerðin í einu og öllum þannig rennum bara kattu sveitum til skins og hörun Skrifaði myndur og hefur Já Þess er þetta svo fáið sem var ekki með okkur í síðustu maskinukönnun sko Á ég að taka hérna Ég get lögrétta bolta? Ég get reynda að sagt að þessi maður er skráður í Sjálfstæðisflokkinn sko. Já, það er oft svona Og þetta er mögulega pabbi minn Já, þetta er pappin Já Þannig að tala vala Já, ok þá ætlum ég að endurhugsa svarið Nei, ekki gera Ég á sverfiðan pappa líka sko Já Nei, en svarið mitt er bara það þú veist, ég meina ástæðan fyrir ég allavega gekk í Sjálfstæðisflokkinn og var hrifinn af Sjálfstæðisflokknum er að, þú veist, mér finnst ég meina Sjálfstæðisflokkinn stendur fyrir það að þú átt að þú veist, láttu drauma þína rætast stendur fyrir það að þú veist, skapaðu, taktu skrefið búðu eitthvað til taka hennan anda sem að býr í fólki og varðveitan, þú veist, í kringu ramma sem er frelsi og framtak og að njóta þess sem að vel gengur þó þannig að þeir sem að, þú veist, aðstoð þurfa að halda að þeim sé hjálpað þeir sé ekki festir í eitthvað netum alla ævi þeir sé hjálpað þegar þurfa að hjálpa að halda Þetta hefur nú verið svona leiðastefi finnst mér í flokknum þú veist, það er síðan þannig að þú veist, þú tekur þessa hugsun áfram og þá ertu kannski finnur þig gætnan þeirri stöðu að þú ert flokkur atvinnulífsins flokkur fyrirtækjana og eitt af það sem ég vil segja líka að þú veist, og eitt af það sem ég langar að tala meira fyrir og minnst að Sjálfstæðisflokkurinn tala meira fyrir eru líka litlu atvinnurekendur þú veist, fólki sem að er algjör lífað í þessu samfélagi rekur 5 eða 7 manna fyrirtæki þú veist, og sopna klukkan 2 á nóttina því að það er að náta sig á hvernig á fyrir laununum eða vaskinum, þú veist, þú búið að leggja allt undir þú veist, þetta er það sem við eigum að passa upp á og kannski meira en stóru fyrirtækina, það eru svona þau skipta þetta mjög miklu mál líka en það er kannski aðeins önnur lögmál þar og þetta er þetta það sem að Sjálfstæðisflokkurinn á að standa vörðum og passa upp á, minnst hann hafa gert það, ég hef ekki alltaf verið 100% ánægður með allt í Sjálfstæðisflokknum
get alltaf verið 100% sammála sáttur við hvernig þetta útfært, en þetta hugsjónin og þetta það sem að hefur leitt okkur áfram og gert Ísland að því svona góða og ríka landi sem við erum. Gleymum því ekki líka, því við tala alþjóðamælingarnar áðan, við erum ofalega í lífskjörum, en það kemur kannski mörgum óvart, við erum líka það land þar sem að dreifing eigna og tekna hvað jöfnust. Já, það gleymum þetta. Samkvæmt Gini-stuðlinum, sem við gerum þetta fræðilegt. Bæði mesti jöfnur í heimi en líka mesti félagslegir hefileiki. Þannig að tækifærin, við erum landtækifærin, við erum eiginlega landtækifærana. Þannig að það samfélag sem Sjálfstæðisflokkurinn stoltur af að hafa skapað. Svo ætla ég að teki kallinn í bjóring til hann fyrir hann sér þetta. Fyrir Hann er 20 þetta hrifin af því. Hann er þetta hrifin á kalda. Hrifin af kalda. Frumherri spyr hvernig fóruð þið síðast með bílnengar skoðun? Já, þessi góð. Já. Já, ég er bara alltaf á rekstrarlegu sko. Já, klókt. Það er klókt. Já. En þá missur hún að því að fara til frumherja sem Já, svona eini gall. Annars færi ég auðvitað lóðbeint til frumherja. Sjálfsög. Og ég hef nú verið að tala fyrir því að við erum að færa svona eftirlitsstarfsemi eins og heilbrigðiseftirlit. Ég hef nú verið með þingmál um að við útvistum heilbrigðiseftirliti. Og frumherja er það? Já, ég meina fá frumherja heilbrigðiseftiriti. Þá fyrst Þeir geta pottið græða. Já, ég meina þeir geta græða það. En ég náttúrulega eitthvað svona fyrtur kapitalisti, þannig að ég á það nýjan bíl, ég hef ekki alveg þurft að fara nýlega. Það gengur vel. Svo ég upplýsum það, en frúin sendir mig stundum, ég hef hana á aðeins eldri bíl. Hljómar vel. Frúin hlær í eldri bíl, þannig að ég ætla bara að segja í fyrra, þetta er fyrra, hafi ég rúlaði í gegn, það er alltaf på 10 þarna. Já, sjálfsög. Ég meina ekkert óvart. Hvort eitthvað myndi pluma sig betur í Brussel í starfi hjá Evrópusambandinu, spyrir Laufey. Það er góð. Já, sko, Diljá myndi nefnilega, sko, þrátt fyrir allt sem hún hefur sagt í þessum þætti, hún er meiri, þú veist, ef þú taka eitthvað Íslending og henda honum hvert sem er í heiminum, þú veist, við ættum bara einhverja þyrlu þar sem við getum gert þetta, þú veist, hvort sem væri Brussel eða bara einhverjar erfiðar aðstæður hér og þar, ég held okkar kona væri mjög fljóta fætunar og einhvern veginn búin að svona stabilisera strax svona, þú veist, það væri hvað við fengið að vinna lengi Já, en er það ekki svona partur af Brussel sjármanum, það er einn svona erfið hérna sem er að halda okkur við efnið þú er því svona tóken erfiði Brussel starfsmaður. Já, það byggði mín að mest að kosta góð laun og fríðindi og lági skattar og þannig að þetta er bara ef maður væri í sérhagsmuna einhagsmuna potti þá væri maður auðvitað að gera þetta ég er auðvitað að fengi skamma fyrir þetta frá vinkonum mínum komið gott að þeim finnst ég að segja oft frá þessu mér finnst ég að segja alltaf sjaldan frá þessu en ég tók framhaldsnám sko í Evrópurétti þannig að ég þetta er auðvitað bara rauði dreiðli fyrir mig þegar við gangum inn Já, þessu verður Vinna innan úr helstyrninu Látum okkur sjá Átni, þessi til þín saknaruð mæksins og hlaðarsins? Já, svona, ég get alveg sagt það sko það var mjög skemmtilegt, það voru nú 10 ár Já, þetta er rosa frá 83 áfram og það var mjög gaman en þú veist, það er náttúrulega bara svo í fórhundis, hvað er tjessáttu dag gamalt? 6 ár, já. Ég sé það nú ennþá, það er góð orka á millingar ennþá Já, nei, það var nú partur á þessu líka, þetta var nú skemmtilegt og ég held að hlaðvörp þeim gengur vel ef það er kemistri á milli þeirra sem stýra því ég held að það sé ótrúlega mikilvægt og svona einhver sameiginlegur taktur og það var eitthvað sem allavega var mjög gott hjá okkur en við, þú veist, Grétar erum líka með góði vinnir og við svona, það var eitthvað sameiginlega ákvörðun að segja þetta gott í billi sko en það voru, ég man nú ekki númer hvað sá þáttur var það var orðin nokkur 100 þannig að, nei, svo lætum maður næja svona kíkja hingað þegar Diljá býður manni með Ég ætla að spyrja Ég ætlaði nú aldrei að fá átna eftir að myndist ekki á okkur á RÚV í einslæðinu podcast. Það var nú bara eins og að vera að fá borga þegar hann bara nefndi öll hlaðar plansitnum á okkur. Já, þetta er sér í þeim. Það skýrir svona samskipt okkar Birgis á Messengernum í dag. Þess vegna sagði Diljá að fá Árni, bara Árni hverju. Nei, það er ekki, ég næði ekki á hann. Nei, herru, ég En það var alltaf því að ég var ekki búið að bjóða mér. Þannig að þetta er alltaf að hæna nú ekkið, sko. Það er nákvæmlega það. Við komumst að lista núna. Við ætlum að enda þetta á, þetta búið að æðislega. Mjög gaman. Þetta er að stá í 3 tíma, gaman að tala svona hreinskilnislega. Ég ætla að byrja á Diljá núna. Hvaða fólk að varast í sumar þegar það fer yfir atkvæðagreiðsluna í lok ágúst og hvaða fólk að kjósa? Já, ég segi bara að fólk að treysta eigin innsæi og skoða hlutina sjálft. Ég var nú búin að segja þetta hérna áðan
að það er bara leikandi létt að skoða frumheimildirna sjálfur, ég var búin að nefna þingræður og þingmál, skoða tillöguna sem verið að kjósum og hún liggur til grundvallar, skoða heimasíðu Evrópusambandsins. Ef fólk eitthvað í vafum það, hvað hver að segja því að þetta kemur úr öllum áttum, fólki sem að þykir vel væntum eða ber virðingu fyrir, heimasíða Evrópusambandsins. Það mýmart að finna þar sem að svara þessum spurningum sem að velkjast eða vefjast fyrir fólki. Þannig að, og ég ætla auðvitað að kjósa nei. Já, alveg. Sko, já, það kannski ekki á vart hvað ég ætla að kjósa, sko. Ég vil svolítið sjá þetta þannig í fyrsta lagi, sko, ef við hefðum einhverja svona kúlu til að horfa inn í og getum hort 12-18 mánuði fram í tíman, hvað væri bara fyrir okkur öll allt okkar þjóðfélag, hvað væri það besta? Eitt svona kollektíft mál, það væri það sennilega það að við hefum náð tökum á þessum málum sem við rættum verbulgu, vöxtum, ímyndu ykkur bara súrefnið og léttin sem að það yrði fyrir heimilin, fyrirtækin í landinu og alla þá sem að glíma við að borga af þessu og sjá lánin sín hækka og allt þetta. Og mér finnst þetta líka vera svolítið nefnilega spurningum svona fókusmál. Að orkan og svona bandvítin í stjórnkerfinu og hjá stjórnmálamönnunum og hjá bara okkur sjálfum fari á rétta staði. Mér finnst þessi ESB-leiðangur, ég hef ekki trú á hann skili okkur, það ekki raunhæft að við séum að fara að enda með aðild, held ég. Þannig að mér finnst við vera að setja svakalega mikið okkar resursum í verkefni sem er dálítið andvanafætt. Þegar að viðfangsefni sem við blasir svo augljóst. Þetta það sem við ættum öll að vera að henda okkur í. Auðvitað, verður þetta einhver lítið en þá dagskrás og framvegis. Þetta verður það sem á að vera aðalfókusin núna. Svo ætlum ég bara að segja varandi umræðuna bara, leyfa sér að slökkva stundum aðeins á tölvunni, slökkva aðeins á miðlunum. Hætt á heimasíðunni. Nei, en kannski líka bara hafa þetta bak við eira, Evrópusambandið er ekki óvinur okkar, það er ekki hræðilegt, það er ekki brennandi hús. Það er bara margir hlutir, það er margt gottar, það er margar áskoranir, margir gallar. Hafa kannski bak við eira líka ef það er of gott til að vera satt, það það sannlega ekki satt. Og ég held að það sé svona kannski ágætis svona vísiregla fyrir sumarið og því að maður svona sér strax að það er ýmsu telt fram og kannski meira bara virðist vera verðmætin í dag að ná athygli þótt fullyrðingi sé ekki endilega rétt. Árni Helgason, fellow MBA, kongur til hamingju með útskriftina. Takk fyrir það. Og til að meðist takk fyrir kvöldi og haldið áfram að berjast og takk fyrir komuna. Takk.